Já, komið sæl, sunnudagur og Synir Egils heilsa. Hér á eftir koma til okkar 3 gestir. Það eru Eyrún Magnúsdóttir sem ritstjóri á Gímaldinu, Javana Pavlovic, mannfræðingur og oddviti borgarbyggðalistans og Karen Kjartansdóttir ráðgjafi. En við erum komið hérna með 3 oddvita í borgarstjórnarkosningunum. Sanna Magdalena fyrir Vinstrið, Pétur Hafliði fyrir Samfylkinguna og Hildur Björnsdóttir fyrir Sjálfstæðisflokkinn. Þú ert velkomin. Þú lærði að því. Takk fyrir. Að hlæja því. Ég vildi fá 2 nöfn hjá þig líka. Já, þú meinar, ég skil. Já. Nei, það er bara einfalt fyrir mér. Þetta eru flokkarnir sem hafa mælst með mest fylgi í könnunum og líka fólkið sem flesti nefna sem vilji hafa sem borgarstjóra. Þannig að það er svona líklegt að borgarstjórinn sé einhvers þar. Já, næsti borgarstjóri sýndu við vorið. Já. Ég veit ekki hvað við að byrja hérna, við kvarta yfir hérna við rauðaborðið að það sé svona óljóst hvað er verið að fara að kjósa. Að hvaða mál það eru sem að hafa farið í eitthvað svona almennlega umræðu sem ekki, og nú að tala það hérna á leiðinni að stundum með stjórnmálumræðan og þið kannist við það, ekki þú Pétur undir. Þegar þú lendir inn í eitthvað svona þá er spurt stöðun í skoðanakönnunum og með einhverjum allra mynda stjórn, en það er eiginlega ekkert fyrir að ræða það hvað er verið að kjósa, hvað eru þau brýnustu mál sem að við kjósendur þurfum að taka afstöðu til í kjörklefunum, ekki bara hvort það með líki við Hildur eða Pétur eða Sönnu, það lítur að vera þannig. Þannig að mér myndi vilja að byrja eitthvað að fara, hvað er hérna, þú er nú áskorandi í þessu, þú ert ekki í meirihlutanum, þau eru bæði tilheyra meirihlutanum. Hvað er það hérna, hvað er aðalmálið? Já, sko, ef að maður svona vísar í samtöl við kjósendur og þá er það annars vegar finnst fólki komin ákveðin valdaþreyta í ráðhúsið og sömu öfl hafa stýrt borginni mjög langt skeið, svona heilt yfir sama stjórnmálaaflið sittið við stýrið í skipstjórasætinu kannski getum við sagt. Já, og þessi komið tími á að hleypa nýju fólki að. Þessi valdaþreyta birtist kannski í því að fólki finnst ekki á það hlustað og að þeir sem stýra og kannski líka embættismannakerfið að einhverju leyti, þó allir sé ekkert undir þar, komin í eitthvað tvílabeinsturn og hægt að hlusta á það sem íbúar vilja. Fólk upplifir mikið stjórnlyndi, að borgar yfirvöld vilji svolítið ala borgarana upp og þetta birtist okkur bara í ýmsum málaflokkum til að mynda samgöngumálum. Að þar upplifi fólk að það sé verið að svona ráðast að því hvernig fólk velur að lifa sínu lífi og við auðvitað tölum bara fyrir frelsi og frjálsum valkostum og borgarnir fá að lifa sínu lífi eins og þeir helst vilja og freista gæfunar og blómstra bara á sínum eigin forsendum. En ef að byrja aðeins, þetta er svolítið rætt við þetta. Ef ég er að keyra bíl á Miklubrautinni og borgin leggur hjólastíg, er borgin þá að reyna að þröngva mig til að hjóla í vinnuna? Alls ekki. Við höfum alltaf stutt uppbyggingu hjólastíga, sem eru mjög góðir, mjög frábærir og það er nú gaman og það er nú fyrir mína tíð, sko gaman að rifja það samt upp, en það er fyrir mína tíð í borgarstjórn og það voru ýmsir mjög neikvæðir í garð hjólastíga og uppbyggingar hjólastíga og töldu að í köldu og vindasumu Reykjavík var engar forsendur fyrir fólk til að hjóla. En síðan kemur í ljós að þetta hefur verið mest vaxandi faramáti, hjólreiðar. Og það eru ekki þannig að Reykjavík verði, ég held til ólíklegt að Reykjavík verði nokkuð tíman þannig að 70% borgarbúa ferðast á hjóli eða eitthvað svoleiðis, en það hefur verið vaxandi. Og það var nú ánægilegt að því að við sem erum í minnihluta fáum ekkert oft tækifæri til þess að svona láta kannski gott á okkur leiða og það er eitthvað sem ég myndi vilja breyta. En á síðasta kjörtímabili fékk Katrín Atladóttir, borgarfulltrúi Sjálfstæðisflokks, þáverandi, tækifæri til að vera formaður í vinnu við gerð hjólreiðastefnu Reykjavíkurborgar. Hún leiddi þá vinnu og það var bara þverpólitísk sátt í borgarstjórn hana og við vorum reynda bara á síðasta borgarstjórnarfundi sanna að það ekki eða nýverið samþykkja uppfærða hjólreiðastefnu borgarinnar líka þverpólitískt. Þannig að þarna líka ekki deilurnar. Þú ert að tala það að borgir skiptir sér að því hvernig við förum í vinnuna, hvað börnin borða, fá ekki bjú í skólunum og ert að tala svo þessu hluti sem hafa stundum komið inn í umræðina. Já, ég held að mér finnst þetta með merkilegt að almenningssamgöngur séu orðnar eitt stærsta pólitíska bitbeinið í borgarmálum og þá er ég að tala um borgarlínu. Ég held að, og það væri fróðlegt að láta framkvæma skoðanakönnun á því, bara já eða nei spurningu, vilt þú bæta almenningssamgöngur í Reykjavík? Ég held að það var örugglega 90% fólk sem að myndi segja já, við til það. En það hefur eitthvað neginn... En ef þú myndir spyrja viltu borgarlínu, þá kemur kannski bara 30%. Já, þá kom aðri vissi svör og það er vegna þess að það er búið að taka þetta verkefni, þetta konsept að bæta almenningssamgöngur í Reykjavík og gera það með þeim hætti að fólki finnst að sér vegið. Það eru þetta þannig að 70% fólks, þetta er sumstaðar meira, það fer eftir hverfum í borginni, ferðast með bíl.
Þannig að fólk upplifir svolítið að þarna sé verið að koma með eitthvað kost sem eigi að þrönga fólki inn í. Og það kannski engin tilviljun að fólki líði þannig vegna þess að gögnin sem liggja að baki borgarlínu eins og hún lítur út í dag gera einmitt ráð fyrir því. Gera ráð fyrir að taka akreinar á almennri umferð á sumum stöðum og gera fólki svolítið erfitt fyrir að aka á bílum, tefja fyrir umferðinni, þannig að það sjái sér engan annan kost en að fara inn í borgarlínu. Þetta svona ákveðið stjórnlendi. En Hildur, Sjálfstæðismenn stjórnuðu Reykjavík öll eftirstríðsárin alveg fram til 1994 og byggðu upp mikla bílaborg og þrönguðu okkur íbúinu til þess að nota bíla. Hver munurinn á því að Sjálfstæðisflokkurinn þröngar öllum inn í bílinn, þannig að þú getur ekki lifa á þess að eiga bíl og fjölskyldastundu bara 2 bíla til að geta lifa af í Reykjavík, eða að meiri hlutin býður upp á valkost og þú getur keypt á bíl, þú getur farið með strætó, þú getur hjólað, þú getur haft bara ýmsa valkost. Er það ekki meiri valkostir heldur en Sjálfstæðisflokkurinn bauð upp á sínum tíma? Við viljum þessa valkosti sem þú nefnir, en við viljum fara aðrar leiðir heldur en meiri hlutin boðar. Þegar að bílaborgin byggist, eins og þú segir, að þá var hún að byggjast bara upp í allstaðar þar sem að vera að skipuleggja nýjar borgir í hinum vestræna heimi. Bíllinn var bara tískuvara og þetta var sem fólki vildi. Og við sem erum í stjórnmálum þurfum auðvitað að hlusta á hvað það er sem fólk vill. Og þetta fólk var að kalla eftir nákvæmlega þessu. Svo skapast auðvitað einhverjar áskoranir í þessu og við viljum bæta almenningssamgöngur og mér finnst mjög mikilvægt að vera skýr hér að umræðan ég hef stundum kallað þetta menningarstríð. Mér finnst vera menningarstríð í umræðu borgarmál og fólk detta í skotgrafir og tala bara 2 öfgar. Og mér finnst það hvernig svona borgarlína er útfærð í dag að einhverju leiti fela í sér öfgar. Mér finnst líka öfgafullt að svara því eins og miðflokkurinn gerir að hinn kosturinn sé bara að halda áfram í strætó og hann er bara að vera ókeypis. Eins og almenningssamgöngur séu bara fyrir tekjulága og börn. Almenningssamgöngur geta verið kostur fyrir okkur öll. Það eru lausnir þarna á milli sem eru skynsamlegar og hagkvæmar og sem að þrengja ekki að umferðinni og eru miklu raunhæfari að við getum komið til framkvæmda. Og það er þangað sem við erum að horfa. Og við sjáum það líka bara svo ég bæti því við að það hafa verið framkvæmdar ferðavenjukannanir og það er hópur fólk sem að gæti hugsa sér að til dæmis eiga bara 1 bíl en ekki 2 fjölskyldur og annar aðilinn geti ferðast með almenningssamgöngum. Það er enda líka mjög stór hópur fólk sem að vill ganga, sem myndi helst af öllu, það myndi velja sér 1 faramáta að geta gengið. Og til þess að það gangi upp að þá þarf fólk að hafa vinnustæðinar í heimili sínu og þá komum við inn í skipulagsmálin. Já, aðeins Pétur, getur ekki tekið bara undir þetta eða allt sem hún er að segja. Meiri segja að sé komið valdaþreyta, þess vegna skiptuðu eða bara út framboðslistunum og settu þig á óttinn. Ég held að þurfa alltaf breytingar reglulega og með nýju fólki verða breytingar og nýjar áherslur, ný orka. Sko ég get alveg tekið undir margt sem Hildur segir, en mér finnst einhvern veginn það er alltaf verið að vegna þess að í skoðanakönnunum að þá er orðið borgarlína, orðið eitthvað svona slæmt hugtak. Það er svona hluta af stærra samhengi að mér hefur fundist Reykjavíkurborg verið að tölu niður systematískt í langan tíma, en ef við tökum þetta í samhengi við það að samgöngusáttmálinn er sáttmáli sem öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa komið sér saman með ríkinu sem er stórkostlegt að ná saman vegna þess að sko atvinnu svæðið okkar er suðvesturhornið. Á hverjum einasta degi koma 40.000 bílar frá nágranna sveitafélagunum okkar inn í Reykjavík að vinna hérna sem er bara frábært, við tökum vel á móti þeim. Og þegar við skrifaði undir þetta fyrst þá voru þetta bara eintómir sjálfstæðismenn og hægrimenn og svo það en áður en ég skrifaði undir þetta þá hefði búið að vera vinna og samtali í gangi í 10 ár að það var fyrir séð að það yrði of mikil trafík vegna þess að okkur er að fjölga svo mikið. Fólk er að fjölga mikið, bílum er að fjölga mikið, heyrt þetta áður, það koma 70 nýjir bílar á götuna í hverju einustu viku, þannig að þetta var fyrir séð. Við sáum þetta fyrir og þá koma sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu saman og finna einhverja lausn. Lausnin var 2019 skrifað undir samgöngusáttmálann og þá er farið að stað. Og samgöngusáttmáli er annars vegar vegaframkvæmdir og nú er þegar búið að tvöfalda vegina út úr Reykjavík og það er verið að gera Arnarnesvegi núna. Þannig að annars vegar er þetta fyrir bíla og hins vegar fyrir hjólandi og en ekki síst almenningssamgöngur. Og almenningssamgöngur, það er búið að gera þetta í öllum borgum, við erum alltaf aðeins eftir á. Og þá er augljóst að sterkar, góðar, hágæða samgöngur, almenningssamgöngur er eina leiðin til þess að leysa úr þessari flækju, þannig að við komast hraðar á milli staða og það er sko, mér finnst Hildur stundum verið að lýsa bara borgarlínu, þetta þarf sér akreinar til þess að þetta komi hraðar á milli
komast hraðar á milli staða. Varst þú ekki sammála borgarlínu bara fyrir 5 árum eða? Þegar ég held að borgarlína væri, þetta er nefnilega með athyglisvert því að ég segi stundum, við viljum hraðvagnakerfi sem ferðast á séragreinum og fær forgang á umferðarljósum með frábærum biðskilum og þá kemur þetta svar. En það sem okkur greinir á, þetta er mjög mikilvægt, það er, við viljum kerfi sem þrengir ekki umferð, þau vilja kerfi sem þrengir umferð. Við viljum kerfi sem er ekki fjármagnað með tollum og sköttum í umferðinni, þau vilja kerfi sem er fjármagnað með tollum og sköttum á umferðinni. Þarna er leikur munurinn. Við viljum bara fylgja þessu sáttmála, það að stoppa núna sáttmálan, samgöngusáttmáli sem var skrifun 2019 og aftur 2024 og höfum það í huga, það var Bjarni Ben sem var forsætisráðherra þá, Sigurður Ingi sem er fjármálaráðherra og svo voru það sjálfstæðismenn í kringum Reykjavík sem skrifuðu undir þetta. Ég verið að vísa í myndina, þá voru þetta bara hægri menn og svo Dagur B. Og Einar Þorsteinsson 2024. Það voru ekki sjálfstæðismenn sem gættu hagsmuna Reykvíkinga við gerð þessa sáttmála. Nei, þetta er höfuðborgarsvæðið allt. Þetta eru við verðum að horfa á þetta heilstætt. Þetta eru öll sveitafélögin í kringum okkur sem koma að þessu og að það að rífa hann upp núna, það mun tefja allt. Það mun setja okkur í meiri umferð, það mun meiri mengun og fleiri nefndir og það mun bara tefja þetta. En tefja hvað? Það eru 7 ár frá því sáttmálinn var undirritaður, það var ekkert gerst í Reykjavík. 2019 var hann fyrst undirritaður og hann var aftur tekinu upp, það tafði þetta 2 ár, síðan 24 skrifað aftur undirritað og það eru bara 18 mánuðir síðan. Og rétt fyrir kosningar, og þetta er líka í sveitafélögunum kringum okkur, það er svo auðvelt að rétt fyrir kosningar að segja, heyrðu, fólk er svona óarð með þetta, veit ekki alveg hvað borgarlínan er, við skulum rífið upp núna og finna einhverja nýja lausn. Mér finnst þú ennþá verið að lýsa borgarlínu þegar út að þrengja bílnum, það þarf sér akreinar. Í einhverjum tilfellum verður þrengt að einkabílnum en vonandi kemst einkabílinn hraðar á milli staða vegna þess að fleiri taki strætó. Það er ekki verið að þröngvaninum upp á þetta. Við tölum hjólastíga á þann. 2006 eru 0 hjólastígar í Reykjavík. 0. Núna, 20 árum síðar, eru þeir orðnir 60 kílómetrar. Okay? Á hverjum degi þá eru cirka 5-10.000 manns sem hjóla til og frá vinnu. Segjum bara 5.000 manns. Ef við myndum loka hjólastígunum og þvinga þá í einkabílinn, þá myndi umferðin þessi þetta fólk sem hjólar í dag og væri í einkabíl, það tæki frá Káurheimilinu og upp á Kjalarnes. Þetta eru 25 kílómetrar. Auðvitað er gott fyrir einkabílinn að fólk velja að taka hjólið eða almenningssamgöngur. Já, aðeins því að þér að tala um að þrengja að eða bæta við. Líklega eru flestir með í huganum mynd af Suðurlandsbrautinni, þar sem hefur komið frá tillögur, þar sem á að taka sikkur akreinina undir borgarlínu, þannig verður bara ein akrein í báðar áttir. Þú vilt það? En þú vilt hvað taka þá af Laugardalnum til þess að bæta við akrein fyrir borgarlínuna? Ég vil að menn fari aftur að teikniborðinu og finni á þessu lausnir. Þú finnir ekki svæði, hvar viltu taka þetta? Ef þú skoðar þversniðið af Suðurlandsbrautinni eins og það á að líta út með við núverandi tillögur, þá til dæmis gert ráð fyrir 2-2-földum hjólastígum. Mér finnst það því ofaukið. Já, það er nóg að hafa 1 2-földan hjólastíg Suðurlandsbrautina, þarf ekki 2. Þú endur alltaf með að taka annað hvort hjólastíg eða grænt svæði. Ekki taka hjólastíg, sleppa því að bæta við hjólastæði. Það þarf að vinna þetta bara með öðrum hætti og já, við höfum lagt til að mögulega sé hægt að fara að einhverju leyti inn í dalinn, en svo er það líka þannig að víða erum við með í borgum í kringum okkur öflug almenningssamgöngukerfi og þar sem ekki er hægt að koma fyrir séragreinum, þá njóta þau forgangs á umferðarljósum og fara inn í blandað umferð. Gullinbrúin er annað dæmi. Við erum með svona stræt og tekur degi áður. Já, en það má efla þetta allt saman með allt öðrum hætti, já. En ég vil fá að nefna að lokum strákar Gullinbrúna. Það er annað dæmi. Grafóksbúar eru gríðarlega hræddir við að það eigi til að mynda að leggja borgarlínu yfir Gullinbrú, taka akreinar af umferðinni og læsa Grafóksbúa inni. Hún er bara að vera í umferðinni. Í blandar umferð, akkur á ekki vera sérakrein þar, akkur að það lega Gullinbrúna en ekki á Suðurlandsbrautinni. Nú, ég held að þetta sérakreinar aðstæður. Það er yfir brúna, það þurft að gera nýja brú þarna við hliðina á. En akkur má ekki gera það eins og Suðurlandsbraut. Akkur getum við ekki gert það þannig þar? Það hefur ekki þrengt að í sáttmálinu núna á ekki að þrengja að eða hún verður í blandæri umferð á Gullinbrúnni. Og akkur ekki Suðurlandsbraut líka? Sanna, þú ert eitt af þessu fólki sem vill almenningssamgöngur en ekki borgarlínu endilega. Sko, ég segi betri almenningssamgöngur strax og ég taki upp orðfæri Hildar að það er svo margt hægt að gera strax, meðal annars að bæta almenningssamgöngur og ég kom hingað í strætó. Væri bara gaman að heyra líka hvernig borgarfulltrúar ferðast borgina, hvort þeir þekki strætókerfið og almenningssamgöngur eða hvort þeir sé að tala eitthvað sem þeir hafa kannski ekki reynslu að því að nota.
Ég svona nýlega komin á borgarlínuvagnin sem manneskja sem að ferðast mikið með strætó að þá fannst mér þetta svo illa kynnt. Mér fannst eins og borgaryfirvöld og stjórnvöld var að segja við erum búin að vinna þarna frábært plan, við ætlum að koma með borgarlínu, hún lítur rosalega vel út, hér eru rosalega flotta glærur og þið strætófarþegar eigi bara að vera rosa ánægð að við séum að gera eitthvað fyrir ykkur, þið þurfum mögulega að bíða í áratug og þangað til ætlum við ekki að gera neitt. Þetta er svipað og Hildur að segja, þið verður aðlaga ykkur á okkar frábæru hugmyndum, það eru ekki byggðar á ykkar þörfum, en við erum búin að finna lausnina, aðlagið ykkur að okkar hugmyndum borgina. En núna þurfum við betri almenningssamgöngur, það er það sem að planið snýst að koma með þá sér ágrein fjölgaferðum og þetta er allt eitthvað sem að þarf að gerast, þannig að ef við förum að endurskoða þetta aftur, þá þurfum við bara að bíða lengur eftir bættum almenningssamgöngum og allt þetta talum að sé verið að taka eitthvað af einhverjum. Ég vil meina að það sé verið að gefa þeim sem að vilja nota einkabílinn frelsi til þess að gera það, til þess að komast hratt á milli staða, af því það er hópur fólk sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur oftar. Treysti sér ekki til þess út af því að þetta er einmitt ekki áræðanlegt kerfi. Það er ekki áræðanlegt þegar strætó er á hálftíma fresti, við erum ekki með biðskili, við erum með dýrt gjald fyrir að taka strætó eitt skipti, 690 krónur. Þannig það er hópur sem að myndi vilja nota almenningssamgöngur, getur það ekki, er á bílnum. Þannig að ég sé þetta þannig að til þess að leysa vandann þá þurfum við að bæta almenningssamgöngur til þess að fólki sem að myndi vilja nota þær oftar geri það. Þá léttum við á umferðinni að því þetta snýst einmitt að tryggja gott flæði fyrir þau sem að vilja vera á bílnum sínum og ég meina, ég bara elska bíla, ég elska það að vinur mínu skutla mér. Þú ert ókeypis í strætó? Já, ég myndi vilja gera það. En viljið þið rukka í strætó? Já, fyrir fullorðna. Við höfum stutt ókeypis í strætó fyrir börn, en við viljum gjald fyrir fullorðna, já. En ég myndi aðeins vilja bregðast nefnilega við, að því að mér finnst vera ákveðin miskilningur hérna uppi, varðandi að því að menn segja að sko, ef að endurskoða hlutina þá munir það tefja allt saman. Það er gríðarlega óvissa uppi það hvernig á að fjármagna samgöngusáttmálann. Núverandi plön gera ráð fyrir því að það er komin 143 milljarðar frá með árinu 2030 með veggjöldum í umferðinni. Til þess að þetta geti orðið að þá þarf að innlega sérstaklega löggjöf. Það þarf að fara í gegnum umræði á þinginu og það þarf pólitískan meirihluta í þinginu fyrir veggjöldum á höfuðborgarsvæðið. Að við höfuðborgarbúar þurfum að greiða sérstaklega úr vösum okkar og af okkur sem að keyrum í umferðinni fyrir samgöngubótum á höfuðborgarsvæðinu sem að landsbyggðin þarf ekki að gera. Og ég tek fram, ég styð góðar samgöngur land allt, en mér finnst það er mikil innviðaskuld hér, ríkið stendur í skuld við okkur samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu og það er algjörlega galið að við eigum að þurfa að borga fyrir það með sérstökum sköttum. Mér finnst ákveðin þögnum þetta hjá vinstri vængnum og þeim sem að styðja borgarlínu. Ég hef ítrekað kallað eftir svörum frá forsætisráðherra, formanni Péturs, Kristrúnu Frostadóttur, Daða líka, fjármálaráðherra, hvernig ætlið að gera þetta? Svo ég fari bara inn í raunveruleikan í málinu að það verða þingkosningar í millitíðinni. Það verða þingkosningar áður en árið 2030 rennur upp og ég er algjörlega sannfærð að þetta verði stórt pólitískt bitbein í þeim kosningum. Menn munu keppast við að vera móti þessum veggjöldum að því fólk vill þetta ekki. Og þetta er ykkar hugmyndaverk þessi veggjöld að þetta er þegar ríki var í höndum Sjálfstæðisflokksins að þá kom þessi hugmyndum að þeir borga sem að nota þetta bara hægri hugmynd í þessum að þau vil ekki sjá þetta. Ég skal bara útskýra það fyrir þér. Við til dæmis viljum taka Miklubrautagöng út úr sáttmálanum, setja henni einkaframkvæmd og það verður þá hófleg gjaldtaka í Miklubrautagöngum. Við viljum til dæmis Sundagöng líka í einkaframkvæmd, gjaldtaka í gegnum göngin. Við styðjum gjaldtöku á nýjum stoppvegum til að fjármagna nýjar stoppvegaframkvæmdir. En að fara að setja tollahlið í Ártúnsbrekkuna til að fjármagna borgarlínuna, við styðjum það ekki. En talandi veggjöld, auðvitað á að koma úr sameiginlegum sjóðum og það sem myndi leysa þetta er útsvara fjármagnstekjur því við erum með stóran hóp í samfélaginu. En komdu þá með þá hugmynd, þá þarf að endurskoða samgöngusáttmálann ef það er pælingin. Það er það sem ég er að benda á. Ég er búin að tala um þetta í 8 ár og ég bara fagna því að fleiri koma með mér og tala fyrir því að við berjumst fyrir þess að þingi. Ég er ekki að leggja það til, en ég er að benda á að þetta er leiðin sem lögð er til að fjármagna samgöngusáttmálann. Þú nefnir Sjálfstæðisflokkinn. Þegar Bjarni Ben var fjármálaráðherra, þá sagði hann alltaf að hin leiðin sem var nefnd til sögunar var að þegar Íslandsbanki yrði seldur og þá var hægt að nota söluandvirðið til þess að fjármagna þessar samgöngubætur. Það er alveg ljóst núna undir þessari ríkisstjórn að það er ekki og hefur ekki verið planið. Þannig að þetta er planið. Það er ekki betra að stóla á það, Hildur, að þú vilt ekki stóla á skattheimtuna. Ég man eftir því að Síminn var seldur til að byggja Landspítalann
og ég meina það gerðist ekki. Ég að benda á þessu óvissu. Ég ósátt við þessu óvissu. Af hverju á borgin bara að hætta við allt saman vegna svona óviss hvernig ríkið ætlar að fjármagna það sínar skuldbindingar? Af því það mjög erfitt og krefjandi fyrir sveitafélög. Öll sveitafélögin á höfuðborgarsvæðinu eru núna að skipuleggja hverfin sín. Ég vil heilu 9 hverfin út úr því að það komi þessi samgönguás sem á að vera borgarlína, til dæmis Keldnalandið. Þar á bara langstærstur meirihluti íbúa, 12.000 manns og 6.000 starfandi að ferðast með borgarlínu með við núverandi skipulög. Og ég hrædd að sveitafélögin fara á fleygiferð, skipuleggi öll þessi hverfi og bara alls konar aðilar fjárfesta í uppbyggingu á þessum svæðum og svo komi bara borgarlína ekki. Komi þessi samgöngu ás ekki. En þú getur aldrei verið viss vegna að það verður alltaf kosið til þings og þú veist aldrei hvernig framtíðin Þannig að þú myndi aldrei gera neitt, af því að þú veist ekki hvernig ríkið muni standa við sitt. Við þurfum að fá svör við því hvernig ríkið ætlar að standa við þessa hluti. Þú ert að enda við að segja að þú færð aldrei svör vegna það getur verið kosið. Já, en það núverandi ríkisstjórn þarf að gefa okkur eitthvað svör hvað þeirra plan og hvernig þau ætla að skipuleggja þetta. En að því að við verðum að tala fjármögnun og ég svo hjartanlega sammála að við hefum ekki verið að borga aftur fyrir að nota vegina og fyrir samgöngu innviði því að auðvitað greiðum við öll í sameiginlega sjóði sem eiga byggja upp þessa innviði. Það einn hópur í samfélaginu sem greiðir ekki, það ósanngjarnt og það eðlilegt að sveitarstjórnarfulltrúar tali fyrir því að ríkið sitja á eðlilega skattheimtu þannig að við séum að rukka ríkasta fólkið sem hefur helst tekið sínar af fjármagni greiðir ekkert af fjármagnstekjum sínum í útsvar. Við erum með launafólk sem greiðir, við erum með öryrkja sem greiða, fólk á fjárhagsaðstoð sem er sko bara mjög lág upphæð, svona neyðar upphæð til að bara reyna að einhvern veginn framfleyta fólki sem á ekki rétt á neinu það greiðir útsvar, fólk sem er í atvinnuleit greiðir útsvar inn í sameiginlega sjóðinn en það er einhvern veginn stikk frýr þessu hópur sem að hefur háartekjur, greiðir ekki þannig að við viljum koma með einhverja aðra lausn þá er bara fullkomlega eðlilegt að borgarstjórn sammælist í því að þrýsta á ríkið að þetta sé óboðlegt að sveitarfélögin verða að fá heimild til að innheimta skatt af ríkasta fólkinu að því hvernig ætlum við annars að komast áfram ef við erum að rífast eitthvað ef við komum ekki með lausnir í staðinn þannig að mér finnst bara fullkomlega eðlilegt í anda samvinnu ef að borgarstjórn getur sammælst það það sé eðlilega krafa að útsvar verði sett á fjármagnstekjur til jafns við launatekjur. Þetta er bara allt önnur umræða sko því að 87,5% af fjármögnun samgöngusáttmálans ákoma frá ríkinu þannig að það á ekki að koma útsvarstekjum þannig að þetta er bara allt önnur umræða. Og það eru kosningar og 2 ára fresti. Hún talar þrýsting að sveitarstjórnin myndi þrýsting á ríkisstjórnina. Já, það er ekki leið til að fjármagna samgöngusáttmálann. Það væri til að endurskoða. Ég væri til að endurskoða í staðinn fyrir að kannski ríkið komi fjármagn í gegnum þá veggjöld. Það sé bara eðlilegt að við endurskoðum hvernig við ætlum að fjármagna þessa samgöngu. Þá fáum við fjármagn til þess að reka sjálf það er það sem við erum að tala um. Það er bara mikil óvissa. Við getum alveg talað þetta fram og tilbaka hvernig á að gera það er samningur á borðinu og það er kosið á 2 ára fresti. Það var fyrst skrifað 2019 og síðan 2024 og fyrir kosningar þá alltaf hann hleypa upp og ekki treyst þessu. Við verðum að fylgja þessum samningi og við verðum að treysta á að ríkið finna út úr sinni fjármögnun og það er ekki að snúa við núna. Við skiptum ekki hest í miðri á. En Pétur, þegar að sáttmálinn var endurskoðar 2024 þá sammæltist mennum að hann er sannlega endurskoðar á 2 ára fresti. Að þetta voru að fara í 300 milljarða fjárfestingu öllu höfuðborgarsvæðinu. Þá kallar það þetta bara á stöðu og endurskoðun. Alveg eins og þú byggir hús eða gerir upp íbúð eða eitthvað, það kemur alls konar í ljós og þú þarft að endurskoða. Þú veist líka, Hildur, að tafirnar á hverjum einasta degi eru að kosta okkur líka. Já, það er líka ekkert búið að gera þessi 7 ára því það var illa sami fyrir Reykjavík og það er það sem við erum ásátt við. Nei, út af við endurskoðum, við tókum hann upp og það taði okkur 2 ár. Nú verðum við að halda áfram. Það eru stundur svona mál í pólitík. Þú tekið uppbyggingu Landspítalans við Hringbraut. Það sem var meðal annars sagt að við getum ekki bakka út úr þessari ákvörðunum að hafa þarna vegna þess að það myndi tefja málið og þá kemur spítalinn seinna. Ég held að það séu fleiri á því máli að við hefðum átt að gera það. Að hafa þetta ferlíki þarna við Hringbraut er ekkert svo ýkja snjallt. Það hefði verið betra að hafa hann upp í Vífilsstaðalandinu eða upp í Grafarvogi, Keldnalandinu. Stundum er þetta bara þannig að það eru mál sem eru komið þá langt og margir búið að koma að því að fara í genum marga fundi en það er eitthvað að því sko. Akkur má ekki taka þetta eftir alveg viss á því að það séu ekki þeirra ágallar á borgarlínunni. Ég held við verðum bara aftur eftir 2 ár þá er kosið til þings og þá eru einhverjir flokkar sem munu vilja endurskoða og aftur eftir 2 ár þar á eftir í næstu sveitarstjórnarkosningum. Það verður að, þegar búið að skrifa undir samninga þá verðum við að fylgja því með Landspítalann. Þá voru hver nefndin og fætur annari sem komst alltaf á sömu niðurstöðu en við einhverju leikmennum til bæ. Við erum eitthvað, nei, væri þetta ekki betra þarna? Við erum ekki til í framan okkur.
Þú veist, þarna allavega, það búið að vinna vinnu, það búið að rannsaka þetta og þetta niðurstaðan. Þú veist, við getum alveg talað núna að þetta sé eitthvað ferlíki, þetta náttúrulega ekki búið að opna þetta, þetta getur vel verið að verða alveg frábært, ég ætla ekki að segja hvað ég myndi verið að spýta. Það eflaust, sko. En það var svo, að því ég náðu ekki að koma inn í umræðan áðan þegar þú voru að tala sko mögulega aðra útfærslu eins og Suðurlandsbrautinni, að því það er verið að tala að setja útferða með öðrum hætti, að það væri að setja auka akrein, en við verum líka að taka öryggi þeirra sem að nota samgöngur inn í myndina, því að við ætlum alltaf að vera að fjölga akreinum, þá erum við væntanlega að minnka þá grænusvæðin sem eru til umræða sem við erum að tala að við viljum halda í, að því að okkur finnst það gott. Þannig að ég líka spyr mig bara, af hverju mega þau sem nota strætó og ganga, af hverju mega við ekki fá pláss? Það er ræðilegt að vera stundum fótgangandi á milli stoppistöðvar en að komast áfram. Af hverju mega við ekki fá pláss? Og talandi mitt frelsi og það að styðja við það sem fólk kýs að gera, þá hlýtur að vera fullkomlega eðlilegt að við séum með valmöguleika fyrir alla borgarbúa. Og það er ekkert verið að taka neitt af neinum með því að gefa öðrum færi á að ferðast borgin eins og þau vilja gera. Það er bara hægt að gera þetta með öðrum hætti, sko. Það að hafa borgarlínu í miðjunni nú aðalega öryggi þeirra sem taka almenningssamgöngur og gangandi vegfarenda. Þannig að þeir þurfa alltaf að þvera götu þegar þeir fara út úr vögnunum. Alltaf eina í staðin fyrir að þvera eða mögulega enga. Hildur valdi þetta umræðefni. Hún sagði að þetta væri það sem að flestir töluðu við hana þegar hún hitti. Á það sama við ykkur? Er það borgarlína og samgöngur? Það er nú svo sem ekki bara þetta, það er fleira sko, en þetta var eitt af, já. Það er húsnæðismál og það er fólk sem er í húsnæðiskrísu sem spyr af hverju í óskupunum er ekki verið að tala um húsnæðismál, hvernig flokkarnir frambúðin ætla að leysa þetta hefur ekki valla komist á dagskrá. Það er verið að bjóða þeim sem bjóða sig fram í sveitarstjórnarkosningum í einhverju fáránlega þætti þar sem við eigum að borða sterkan mat, tala hjá hverjum við viljum sænga hjá. Við eigum að vera syngjandi, við eigum að vera hress, við eigum að vera skemmtileg, en upp á sko hjá mörgum þá er þetta bara pólitík upp á líf og dauða. Fólk er út á götunni, ekki með öruggt húsaskjól. Það spyr hvenær kemur að mér. Þetta er fólk sem búið að vera að bíða lengi eftir félagslegu leiguhúsnæði. Þetta er fólk sem kemst ekki inn á biðlistan eftir félagslegu leiguhúsnæði. Þetta er fólk sem býr bara við mjög óviðeigandi aðstæður og hefur áhyggjur af bara framtíð barna sinna og sálarlífi þeirra að vera sífellt að flakka á milli hverfa. Hvað vilt þú að Reykjavíkurborg geri í þessu máli? Við erum að byggja upp meira félagslegt húsnæði, Reykjavíkurborg á að gera það sjálf. Við erum að halda áfram því sem við höfum komið í gegn núna á þessu síðasta ári að borgin sé að fjármagna uppbyggingu, hún fari bara beint í að byggja. Það er fullkomlega eðlilegt. Það er ekkert skrítið við það að borgir komi að félagslegri húsnæðisuppbyggingu. Það er engin skömm að því að búa í félagslegu húsnæði og við ættum líka að víkka þetta út. Þannig við séum ekki bara með fátækasta fólkið sem á rétt á þessum íbúðum, heldur við séum að byggja fyrir fleiri tekjuhópa. Við hefum líka stiðja meira við óhagnaðardrifin félög og byggja bara upp á þessum samfélagslegum forsendum. Þannig þú ert að tala rísa átak að byggja mörg þúsund íbúðir á næstu árum. Já. Það er fullkomlega inn í félagsbústöðum. Og við getum skoðað alls konar útfærslur. Ég meina við getum skoðað bara hvernig getum við gert þetta þannig að við séum með fjölbreytt húsnæði, fólk er að kalla eftir alls konar. Ég meina sumir vilja búa í svona saman með sameiginleg rými, aðrir vilja það alls ekki. Sumir er að kalla eftir minni íbúðum sem er ekki til staðar. Við þurfum bara að byggja fjölbreytt húsnæði, hafa það til staðar fyrir íbúðaborgarinnar og mér finnst það eitthvað sem við eigum að gera. Hefur borgin fjárhagslegt bolmagn til þess að gera þetta? Já, félagsbústaðir hafa bolmagn til þess og við sjáum bara að eignirnar eru 3000 þannig að það eru margar leiðir sem er hægt að fara til þess að til dæmis taka lán upp á þetta stóra eignasafn, fara í stórfellda uppbyggingu og við vitum að leigjendur félagsbústaða eru mjög duglegir að greiða leiguna þannig að við myndum alveg ná að standa undir þessu. Það er alls konar leiðir, við höfum sett núna næstu milljarð til félagsbústaða til þess að fjölga félagslegum leiguíbúðum og til þess að segja mitt skýrt, það verður ekki gert á kostnað fátækasta fólksins sem leigir hjá félagsbústöðum sem er að greiða hærri leigu því við heyrðum sko fyrir áformum að það ætti jafnvel að hækka leiguna þau til þess að ná að fjölga íbúðum sem er náttúrulega bara galið. Þannig að auðvitað sko, hvað kostar að borgin að gera þetta ekki? Af því það birtist í biðlistatölum barna sem eru með áfallastreituröskun, sem þurfa stuðningin í skóla. Þetta er bara gríðarlega mikill kostnaður. Þannig þetta er það sem við eigum að vera að ræða, hvernig við viljum gera þetta. Svo er ég vissum að koma fram í umræðinni hérna síðar í dag að flestir vilji nú búa í sína eigin húsnæði og við eigum þess vegna ekki að vera að fjölga leiguhúsnæði. En þá er verst að spyrja af hverju vill fólk ekki leigja. Er það því að leigumarkaðurinn er eins ömurlegur og hann er og af hverju erum við ekki að bjóða upp á bara viðeigandi stuðningu fólk þannig að geta átt heimili. Við áttum líka félagslegt eignar íbúðakerfi sem við hendum, sem heitir verkamannabústaðir, þetta fólk átti íbúðar. En þú tekur undir allt sem að Sanna segir. Já, þetta er náttúrulega bara grundvallarverkefni sveitarstjórna að gefa fólki möguleika að hafa hús og húsnæðisöryggi. Við verðum alltaf að byrja þar. Það að krakkar sig að flytja mjög oft með foreldri sinum, sérstaklega einstæðum foreldri sem eru í tekjulægsta hópnum. Það býr til alls konar vandamál og þetta er verkefni í sveitarstjórnina. Þannig ég tek undir með Sönnu í þessu og það er það að styðja óhagnaðardrifin húsnæðisfélög
gríðarlega mikilvægt og biðlistarnir eru langir. Það að borg jafnaðar sem ég held að við séum öll sammálum að jöfnustu borgirnar séu mikilvægar og eru góðar. Þá verðum við að horfa á þennan hóp, tekjulægsta fólkið eða fólki í erfiðustu stöðunni. Og það er eitthvað sem er á okkar stefnuskrá og ég held og óttast að ef við förum einhverja uppeyju til hægri eftir næstu kosningar að það verði hætt að styðja við óhagnaðardrifin húsnæði og þessi hópur gleymist. Þú ert ekki með sömu áherslur. Nei, við erum ekki með sömu áherslur. Ég kannski byrja á að nefna að mér finnst svolítið sérkennilegt að Sanna segi félagsbústaði hafa gott bolmagn til að ráðast í mikla húsnæðisuppbyggingu, rekstur félagsbústaðar í járnum. Hann er ósjálfbær. En hún var að vísa í eignirnar. Það var fjárhagsleg geta í eignunum að ég held að sé skuldirnar séu innan við 50% af eignasafninu. Ég held að sé í fasteignafélögunum sem er skráðin í kaupellinni séu 70% reyða svo skuldirnar. Þannig að það er svigrúm í eignamegin að taka lán. Ég skil, við erum ekki með sömu sína á þetta. Við hins vegar stöndum við þetta með félagslega húsnæðiskerfinu og það er greiðlega mikilvægt. En það sem við höfum haft áhyggjur af er þetta að fólk læsist þar inni og sumir munu alltaf þurfa á félagslega húsnæðiskerfinu að halda. Og það er bara 100% okkar vilji og hugur og algjörlega sjálfsagt að standa með því fólki. Mér finnst vanta úrræði í kerfi þar sem við styðjum fólk aftur til sjálfshjálpar sem það getur. Við höfum séð að ef við kallað eftir svona tekjudreifingu íbúðas félagsbústað og þar er fólk, þetta er ekki stórt hlutfall íbúðana en þar eru einhverjir sem hægt væri að styðja aftur út úr kerfinu. Við sjálfstæðismenn höfum alltaf haft séreignastefnuna og við viljum gera sem flestum kleift að eignast eigið húsnæði og Sanna vísaði með áðan í kannanir sem hafa verið gerðar nýlega, gott að það var ekki Húsnæðis- og mannvirkjastofnun sem sýndi að 9 af hverjum 10 sem eru á leigumarkaði vilja eiga sitt eigið húsnæði. Og vil losna út af helvítinu sem leigumarkaðurinn er. Já, við þurfum auðvitað að tryggja bara heilbreiðan húsnæðismarkað til að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði og hér í Reykjavíkurborg hefur mjög langt skeið verið rekin skipulögð lóðaskortstefna. Það hafa verið mjög íþyngjandi kvaðir á húsbyggjendur. Það hefur verið mjög þung og svifarsinn stjórnsýsla og það er dýrt að byggja í Reykjavík og þetta hefur allt saman áhrif á húsnæðisverð. Þannig að við viljum auka framboðsleiðina, við viljum byggja meira, skipuleggja mikið meira land, aflétta kvöðum og tryggja að húsnæðisverð geti lækka, þannig að lækka þröskuldin inn á húsnæðismarkaðin, tryggja fleiri möguleikana eignast eigið húsnæði. Heldur það sé lausnin fyrir einstæðu móðurina sem eru á leigumarkaði og fer með 70-80% af ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu, heldur það sé lausnin? Að íta undir markaðinn og hann mun á endanum hjálpa þessari konu. Já, og hjálpa þessari konu inn á húsnæðismarkaðin í sína eigin íbúð. Hvað er íbúða núna sem markaðurinn byggði en enginn vill kaupa? Ég veit það, því að borgin er að hafa afskiptaði hvers konar íbúðum að byggja, með gríðarlega íþyngjandi kvaðir, lúxusíbúðir með engum bílastæðum sem enginn vill kaupa. Hvað í heiminum hefur markaðurinn leyst húsnæðisvanda en að fátæku? Það er enginn að segja að 100% íbúa borgarinnar muni geta átt sína eigin íbúð. Ég tók það með einstæðri móðu og leigumarkaði sem fer með 70% ráðstöfunartekjum sínum í húsaleigu. Finnst þér að borgin eigi aðstoð þess að byrja ábyrgð á því að leysa húsnæðiseklu hennar eða að borgin eigi bara að vísa þessu í markaðinn? Fyrsta skrefið til að lækka húsnæðisverð er auðvitað að skipuleggja meira land, að aflétta kvöðum af húsbyggjandum og gera það sem við getum gert, það er ýmislegt sem við getum gert til þess að lækka húsnæðiskostnaði borginni. Það er ýmislegt sem við getum gert og af hverju skiptir máli að fleiri geti eignast sitt eigið húsnæði heldur en að þið séu, jafnvel að þið væri bara góðum, örugum leigumarkaði, bara leigumarkaði sem þið varuð ánægð með, jafnvel að fólk væri þar. Séreign er náttúrulega besta leiðin bara fyrir fólk til að tryggja sér örugt húsnæði og koma undir sér bara fjárhagslegu sjálfstæði. Það getur verið bara lífeyrissjóður mjög margra. En sjálfstæðisflokkurinn, hann eyðilagði félagslegt eignaríbúðakerfi sem hétu verkamannabústaðarnir, hann eyðilagði það sem var akkúrat svar við þessu sem þú ert að segja, ákveðum á hinn fátæki ekki eiga húsnæði. Við höfðum svoleiðis kerfi. En því miður, það var eitthvað flokkur sem að ég nenni ekkert í eitthvað svona trip down memory lane eitthvað sem einhverjir sjálfstæðismenn gerðu fyrir mína tíð. Þetta er bara kunna það pólitík sem að hefur leitt að þeirri stöðu sem við erum núna. Ég held að líka boðið upp á það er ekkert eitthvað markmið hjá vinstrinu að allir fara að leigja. Það er líka frábært að þú vilt eiga íbúð, þá bara erum við bara styðjum það. Það sem við erum að segja að húsnæði og heimili fólks er verið að byggð á félagslegum forsendum, að við séum ekki að fela markaðinum sem að vill græða rosalega mikið að byggja upp heimili fyrir fólk, að við séum
eigum ekki að fela honum að sjá þetta. Þú er ekki trú á leið Hildar? Ég hef ekki trú á því og ég sé þetta einmitt akkurat öfugt að við þurfum einmitt, þú veist, ef við erum með fleiri í rauninni óhagnaðardrifnar íbúðir í kerfinu að það hafi það áhrif á húsnæðisverð í kringum okkur í staðin fyrir einhvern veginn að miða við að við þurfum að hjálpa markaðnum til að lækka húsnæðisverð og íbúðaverð lækki að þá þurfum við frekar að líta til borg í kringum okkur eins og Vínarborg þar sem 60% er í gegnum eitthvað svona samfélagslega uppbyggingu og það hefur þá verðmyndandi áhrif á húsnæðisverð annara íbúða í staðin fyrir að núna erum við að miða allt við markaðin og það á við líka hjá leigjendum fjölsbústaða að þó að leigan sé lægri að þá er hún samt að miða við markaðin þannig að þetta er ennþá líka ströggl fyrir ákveðna hópa sem komast þó inn í þetta skjól að því þetta er ekki, þú veist, þetta er ennþá alveg biti og við erum með þessu að greiða 1,5 milljarð á hverju einasta ári í sérstakann húsnæðisstuðning til að lækka leigukostnað leigjenda sem eru á sko þessum óhefta markaði en líka á verðstýrðum markaði. Leigjendur félagsbústaða, leigjendur bjargs fá hjálp við að niðurgreiða leigu félagsbústaða og bjargs af því að annars myndi ekki ráða við hana. Þannig þetta er líka ósjálfbært að vera að verja 4 milljörðum á 3 árum í sérstakann húsnæðisstuðning til að niðurgreiða háa leigu. Pétur, ert þú þarna mitt á milli þeirra? Eða? Já, sko, ég hef alveg trú á markaðinu. Markaðurinn það sem... En sama spurninginu var með Hildu. Trúur að markaðurinn leysi húsnæðis? Nei, það er málið, sko. Mér finnst hægri stundum bara gleyma að það sé stór hópur sem markaðurinn mun ekki leysa þörfinni hjá. Markaðurinn leysir margt og það eru einhverjir sem taka áhættur með sína fjármunni og byggja upp og vonanslega geta selt. En sveitarfélögin þurfa að grípa hina og það er bara gert með nokkuð eins og Sanna segir, sko, menn það þarf að styðja við óhagnaðardrifin félög og við sjáum núna bara, þú veist, ánægina hjá íbúum bjargs til dæmis, það eru fleiri svona félög. Við erum, þú veist, Reykjavík eru búin að vera að þroskast og þróast í, sko, frekar stuttan tíma með við löndi sem við berum okkur saman við. Hér er engin þroskaður leigumarkaður. Við erum búin að gangi gegnum tímabil þar sem við erum okkur að fjölga alveg gríðarlega mikið. Það hefur aldrei verið byggt eins mikið, okkur hefur aldrei fjölgað eins mikið. Bara á síðustu 10 árum hefur okkur fjölgað 1,5 akuri, 24.000 manns inn í Reykjavík. Hinn sveitarfélögin hafa líka verið í kringum okkur að fjölga. Þú veist, fyrirtækjum að fjölga, störfum að fjölga. Þannig að þú veist, við erum búin að gangi gegnum rosalega svona uppbyggingatíma. Mér finnst við þurfa núna þess að setjast niður, stoppa og bara hugsa hvaða fólk er sem þarf mest á því að halda og ég held að markaðslausnin sé ekki eina lausnin. Við verðum að tryggja. Hún er auðvitað ekki eina lausnin. Það er ekki okkar hugmynd heldur og eins og ég sagði áðan, það verða alltaf einhverjir sem þurfa á félagslegu húsnæði að halda og við munum standa með því. Það er annað sem er líka sérkennilegt í húsnæðistefnu borgarinnar er að uppbyggingaraðilum er gert að selja ákveðin hluta af íbúðum sem þeir byggja inn í leigufélög. Það verða að vera ákveðin magn verður að vera leigu íbúðir. Og það eru almennt bara stóru leigufélögin sem að kaupa þessar eignir og þær fara þá inn á annan markað sem að þeir mitt gaggrínið. Þannig að þetta er ákveðin, það er bara, þessi húsnæðistefna er ekki nægilega góð og við myndum vilja breyta henni. Er það rétt sann að þessi kvöð að hluti af því sem að verktakandi byggi fari inn í félagsbústaði, það sé ekki að virka, það fari bara inn í Ég er ekki að tala um inn í félagsbústaði, heldur inn á leigumarkað. Það er rauninni talað að 35% eigi að vera þá svona óhagnaðardrifið, samfélagslegt og þá erum við náttúrulega helst að líta til óhagnaðardrifina félaga sem að þetta eigi að fara til, að þetta sé þá einmitt hugsa fyrir lágtekju hópa og það getur verið þá félagslegar íbúðir eða hjá óhagnaðardrifnum leigufélögum eða þá eins og kannski stúdentaíbúðir og íbúðir fyrir eldra fólk sem eru þá að lægra verði. En það sem ég veist athyglisvert sem Hildur segir, sem ég myndi vilja bara skilja nánar, kannski mun ég aldrei á ævi minni skilja það. Hvað er átt við þegar að tala að fólk sko eigi ekki að festast í félagslega kerfinu? Ég meina, við erum samfélag. Hvað er að því að við bara njótum stuðning samfélagsins við að skapa okkur örugt heimili? Ég skil ekki þessa hugmynd að maður einhvern veginn eigi að stoppa í félagslegri íbúð í smá tíma og þurfi sko hjálp til sjálfshjálpar. Ég skil þetta ekki. Ég bara í alvörinni átta mig ekki á því hvað er verið að tala að fátækt fólk þurfi einhvern veginn það mikinn stuðning að hætta að búa í viðeigandi húsnæði sem að mætir þörfum þeirra. Ég bara í alvörinni þetta er eitthvað svona súr hægri della sem ég bara skil ekki og einhvern veginn þetta er alltaf sagt en þetta er ekki útskýrt nánar. Ég bara í alvörinni fatt ekki alveg af hverju það er eitthvað slæmt að búa í samfélagi með félagslegu sterkum innviðum. Það er bara mjög gott að búa í samfélagi með félagslega sterkum innviðum en við búum líka í samfélagi með mjög miklum félagslegum hreyfanleika í samanburði við aðrar þjóðir og þú hefur sjálf lýst mjög merkilegum uppvexti þínum og bara mjög sympatískum uppvexti þínum og ert í dag forseti borgarstjórnar.
með við 2 milljónir á mánuði og það er ótrúlegt og þetta gerist í okkar samfélagi og við viljum að börn sem alast upp við fátækt geti einmitt sótt sér tækifæri og skapa sér sína hamingju og freistað gæfunar og í sínum megin forsendum og ferðast upp þennan félagslega hreyfanleika. Og ég hef ágjur til dæmis af hverfum sem að... Sönnu það ekki verið sparkað upp eins og hljóma svolítið eins og þið viljið, ef þú ferðin í félagsbústæðinu þá viljum við sparkaðir út. Við erum ekki að tala um að sparka fólki til sjálfshjálpar, styðja það. Hún teglir sig bara í áttina því lífi sem hún vildi lifa. Algjörlega stórkostlegt og hún er alveg frábær hún Sanna og ég er búin að vinna með henni í 8 ár og hún er bara ótrúlega flott. Og hún getur verið fyrirmynd fyrir marga í þessum sporum en það sem ég er að benda á er að við búum í samfélagi þar sem að fólk og börn og ég bara ólst upp í svona hverfi og innan bara vini þar sem var mikill félagslegu vandi og alls konar og ég ætla ekki að fara út í það bara persónulegt en persónulega sögur annara. En það sem maður fylgdist með því hvaða áhrif það hefur að börn alist til dæmis upp í blandaðri byggð og ég hef ágjör af fyrirætlunum þessa meirihluta uppbyggingu í Úlfarsárdal þar sem á að vera vond félagsblöndun að mér finnst og það eru rannsóknir bæði bara á Norðurlöndum og Bandaríkjunum og víða á Vesturlöndum sem sýna mikilvægi þess að börn sem að búa við fátækt eða félagslega erfið skilyrði að þau fá að alast upp í blönduðum hverfum. Að þau sjáu eitthvað annað en bara önnur börn í nákvæmlega sömu stöðu. Og það auki möguleika þeirra á að svona, hvað ég segi, þessum félagslega hreyfanleika að þau geti brotist til mennta og afla sér meiri tekna í framtíðinni og það eru jafnvel rannsóknir sem sýna að þessi börn búið þau ekki við góða félagslega blöndun, lendi í verið hjónaböndum og ég hef ágjör á þessu og mér er mjög umhugað börn sem að alast upp við fátækt eða í félagslega erfiðum aðstæðum en við sann erum kannski ósamála hver er besta leiðin til þessi börn eigi síðan bjarta framtíð. Við ólumst upp við fátækt og stundum áttu við ekki skó bara með gat og sólónum og svona ímislegt sem að kveikir svona öfugt jafnvel aðbrýðisemi að geta aldrei tekið þátt í neinu og þegar eru svo aftur börn sem að eiga allt, fengu allt sáttu kannski við hliðnáminn í skólunum þetta er mjög sárt, þetta er eitthvað sem þarf að laga en það má ekki vera svona Ég upplýði nefnilega af krökkunum í kringum mig að því ég ólst upp í kringum ég ólst ekki upp í fátækt en ég ólst upp í kringum börn sem voru í mjög erfiðum aðstæðum og ég fylgdist með foreldrum þeirra og það er mjög sárt svona að rifja þau upp þessi börn fengu meira í skóin en ég og þau fengu stærri jólagjafir en ég og þá er ég að þegar ég tala um að sárt var ekki að tala um sárt fyrir mig, ég er að tala um foreldrarnir það voru örugglega svo mikið að keppast við að bæta börnunum sínum eitthvað upp eða eitthvað þú veist en ég veit alveg og það eru mörg dæmi þess að í kringum mig voru stórir systkinahópar sem var ólust upp í erfiðum aðstæðum en kannski eitt barn í hópnum sem að fekk að sjá eitthvað annað en bara þetta umhverfi og það eru börn sem að fóru og sóttu sér margar háskólagráður og eiga gott öflugt líf í dag því þau áttu að fengu aðrar fyrirmyndir og fengu að sjá eitthvað annað. En getum við verið að tala svona eins og við að þeir sem að komast út úr fátækt þeir bjargast, verður við ekki bara að vera í samfélagi þar sem að það er bara virt að börn fá mikið að heiman að maður þarf ekki að skamma sín í skólanum þótt að maður sé ekki með alltaf nýjustu merkjavörunar að sjálfsög ekki. Þannig að sumuleyti erum við að tala líka um heim sem er bara sturlaður það sem er bara einn mælikvarði sem eru peningarnir og það lýsir mannvirðinguðinni hvað með í laun. En ég verði aðeins að koma smá inn í þetta því að ég var þegar ég var yngri þá var ég einu sinni í Háteigskóla og í þessu hverfi 105 og ég bara viðurkenni það þegar ég flutti í hverfi 111 það var mjög frelsandi fyrir mig því þá voru fleiri börn í þeirri stöðu og þau vissi að við þurftum að fara að hjóla með flöskur til að fá eitthvað pening fyrir mat. Það var bara mjög frelsandi fyrir mig að kynnast fleiri fátækum krökkum sem vissu nákvæmlega hvað við vorum að díla við en það þurfti enginn að segja það uppátt. Þannig að það er stundum líka gott að vera í kringum fólk í heimi þar sem enginn skilur þig nema einmitt kannski einhver lítill hluti veit nákvæmlega hvað átt við og í Fellaskóla þá eignaðist ég eina af mínum bestu vinkonum þegar ég fór í Fellaskóla og þú veist, við bara þekkjum hennar veruleika og það sem hefði hjálpað mér í uppvextinu væri að við hefum ekki verið í einu félagslegu íbúðinni í blokkinni af því það er alltaf þessi svona, hvað segir maður, svona stimpill á manni. Það er ekki ekkert góð blöndun heldur, skilur þú veist, þannig að þetta er bara spurningum að blanda þessu, að finna rétta jafnvægið í, að blanda bara fólki í ólíkum aðstæðum saman í samfélaginu og það hjálpir staði. En allir sem ólust upp í Fellahverfinu horfa til þess bara með
Já, ég myndi segja bara hlýjum hug. Við höfum oft fengið fólk hérna Fellahverfinu af því að það alltaf verið að tala félagslega blöndun og þetta ykkur slömm og þetta ykkur hryllilegu staður sem við með ekki hafa börnin okkar í. Það ekki upplifun fólksins sem þarna. Ég held að fólk sem frekar stolt bara að verið brjóldinu. Ég er alveg sammála því. Ég held að áskoranir það ekki öflugt samfélag í Sortublokkunum niður í Skúlagötu. Nei, það ekki góð félagsleg blöndun þar heldur. Ég meina þetta gengur í báðar áttir. Við stöndum framfyrir Breiðholti, Fellaskóli og Hólabrekkuskóli sem ég var í. Ég var daginn og búin að fara nokkur sinnum núna bara síðan ég byrjaði í pólitík og þar stöndum við frammi fyrir nýrri áskorun að það eru stór hluti barnanna í skólunum í Fellaskóla og í Hólabrekkuskóla, sérstaklega í Fellaskóla sem ekki með íslensku sem móðurmál og þetta dálítið svona afskipt hverfi og þarna eru hærra hlutfall félagsíbúða heldur en annar staðar og þarna ekki í dag sama svona félagslega blanda eins og var þó þegar ég var aðalast upp. Þetta mjög breytt og þarna hverfi sem við verðum að taka utanum og þarna held ég að við getum ekki sent bara markaðin upp yfir og bara heyrðu þið græði þetta. Við verðum bara að grípa þessu börnum. Ætlum ekki að fara yfir okkur ég er í íþróttafötum með það? Gunnar Smári tók á móti mér að náðan og sagði ætlar að mæta svona. En ég er að koma úr græna gímaldshlaupinu. Beint úr græna gímaldshlaupinu hingað til ykkar. Sem svona skipulagsmál. Náum við að skjóta einu stóru máli hérna inn og taka það bara snöggt. Það leikskólamálin. Það til eitthvað sem heitir Kópavogsmódelið sem að hefur verið svona stýrt svolítið umræðinni hvernig sveitarfélögin mæta því að þau hafa ekki peninga til þess að mæta styttingu vinnuvikunar meðal starfsfólks. Þannig að það mikið álag hjá starfsfólki og það hefur verið svona einhver leyti ýtt yfir á foreldra sem hafa þá minni tíma eða eru þá rukkuð meira fyrir að borga. Það kom eitthvað sem heitir Reykjavíkurmódelið sem að mér fannst vera, ég skal viðurkenna, ég ekki með börn á leikskólaaldri lengur, sem mér fannst vera bara svona meira og minna það sama. Stendur þú við Reykjavíkurmódelið? Já, því var breytt mjög mikið eftir að fór fyrst í samráð og þá var bara ljóst að þetta væri eitthvað sem var ekki að koma keyra í gegn. Þannig að þessu var breytt rosalega mikið. Núna þurfum við að fylgjast með þessu, senda út kannanir, meta áhrifin, en það sem ég ætti að segja ef ég ætti að hafa þetta stuttást í rauninni að við getum ekki, atvinnulífið má ekki vera stikkfrí. Af hverju eru við í samfélagi þar sem að foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið að þau geta ekki verið með börnum sínum. Þannig að mér finnst þetta líka vera skortur á að tala bara þetta kapitalíska kerfi sem við búum við, þar sem foreldrar þurfa að vinna rosalega mikið. Af hverju eru ekki að tala það? En auðvitað bera sveitarfélögin ríka ábyrgð gagnvart börnum og barnafjölskyldum og tryggja að leikskólanir séu góðir og við séum þar með góðan aðbúnað fyrir börnin og fyrir starfsfólkið. En mér finnst einhvern veginn í þessari umræðu allri að þá þurfum við líka að taka inn í myndina, af hverju erum við ekki að tala um það að foreldrar eru bara á milljón við að reyna að vinna til að eiga fyrir reikningum og myndi vilja hætta fyrir vinninni en geta það ekki af því þá eiga ekki fyrir reikningum. Þú veist, mér finnst það líka megum ekki sleppa því í þessari umræðu. Pétur, þangað til að við komumst að þjóðarsátt það að launafólk eignist börn. Reykjavíkurmódelið, styður það? Já, fyrsta lagi fannst mér þetta koma svo seint fram hjá Reykjavíkurborg, Þínu flokki? Já, bara þessu meirihluta og bara borgarstjórn að koma seint með þetta. Leikskólamáli voru svolítið á höndum Framsóknar lengst vel á kjörtímabilinu og þegar Kópavog kemur sitt og Hafnarfjörður og Garðabær og Akureyri allir með eitthvað sín módel og sína svona hugmyndir, þá kemur Reykjavík seint. Mér finnst það bara svona frekar illa gert. Þegar Reykjavíkurmódelið síðan kynnt núna og tekur gildi 1. apríl, þá dálítið stór munur á því á Kópavogi og kannski fyrst og fremst það að koma til móts við fólk sem hefur tekjulægra fólk, einstæða foreldra. Þannig að því leyti finnst mér það töluvert betra heldur en Kópavogsmódelið. Það hefur bent á það, ef þú ert með börn í 40 tíma á viku, með 2 börn í skóla, þá getur kostað 500.000 eða alltaf 500.000 á ári meira að vera í Kópavogi. Þannig að það kannski erfiðar að vera þar lágtekju fólk heldur en í Reykjavík. Mér finnst bara fínt að þetta sé komið fram og ég heyri að fólk sem að vinna þarna er ánægt með skráninguna. Það svona, við getum séð fyrir hvernig börn eru skráð í vistun og einhver fyrirsjáanleiki fyrir starfsfólki hlýtur að skipta miklu máli. Þannig ég tek undir með Sönnu að við bara verum að skoða þetta núna á næsta kjörtímabili og hvort þetta festist í sessi eða ekki, en þetta er bara einn hluti af lausn í leikskólamálunum.
Myndir þú fella Reykjavíkurmódelið ef þú kemist til valda? Við vorum ekki hrifin að Reykjavíkurmódelinu en ég gef þeim það að eftir endurskoðun á því þá skánaði það. Það varð skárra. Þetta ekki eins og Kópavogsmódelið, vil ég segja. Kópavogsmódelið, sko, svo náttúrulega líka það. Við erum með svo ótrúlega stórt sveitafélag að þó eitthvað leið virki í Kópavogi þar sem eru 19 leikskólar. Þá ekki þar með sagt að hún virki í Reykjavík þar sem eru 90 og þurfti eiginlega að vera 100 leikskólar. En Kópavogsmódelið byggði á ákveðinni sáttu þetta við leikskólastarfsfólk Kópavogs sem var undir álagi og markmiðið var að draga úr lokunardögum og slíku og ná ákveðinni sátt með kennarastéttinni og hvetja foreldra í svona einhverja styttri vistun og þá voru gjaldskráðnar mjög skarpar fyrir þá sem að þurftu meiri vistun. Þessir svona hvatar eru ekki eins skarpir í Reykjavík þannig ég á aðeins eftir að sjá sko hvað raunverulega áhrif þetta hefur á að draga úr álagi á starfsfólk. Þetta er bara eins og Sanna sagði og ég er sammála með það. Við þurfum bara að mæla árangurinn af þessu. Nú er þetta bara farið í gang og við þurfum að sjá hvernig það virkar. En mér fannst athyglisvert fyrir mig, ég meina þessi nýja Reykjavíkuleið leikskólagjöldinu mér eru búin að lækka 15 skall. Ég þarf ekkert á þessari auka meðgjöf að halda þannig að mér fannst það líka mjög sérkennilegt. Mér finnst við búin að gefast upp fyrir, ekki ég, en mér finnst svona eins og menn sé búin að gefast upp fyrir verkefninu að veita heilstags leikskólaþjónustu fyrir þá sem það þurfa og það sem við erum líka ósátt við það er þessi skráningadagar að nú er börn skráð sérstaklega í dymbilviku og vetrarleifum grunnskólana og svona og ég og systkini sem eru að byrja í barneign og þau ekkert börn í grunnskóla, veit ekki eins og hvað vetrarleifi grunnskólana en þau eru alltaf inn að skrá börnin sín sérstaklega í leikskólan þegar grunnskólanir eru í vetrarleifi og greiða svo gjöld sérstaklega fyrir það. Þannig að þetta eru flókin mál þessi leikskólamál og þau eru alltaf stærstum hluta mönnunar vandi sem getum talað í allan dag. En við höfum rætt svona, við það er góð umræða svona Reykjavík og samfélagi sem hérna. Ég sagði upphafi að það væri oft þegar væri að fara að líða kosningum að þá beindu spillarnir alltaf umræðina skoðanakönnunum og með hverjum alltaf að mynda meira þetta og með þetta Sigurjón ekki að taka einn rúmt á því. Já, þetta er náttúrulega fyrsta spurning náttúrulega hvort að Samfylking og Sjálfstæðisflokkur geti með ykkur móti unni saman. Það er náttúrulega augljóst að það var 2 flokka meirhluti og þá var það bara hvernig sko... Ef einhverju geta svaraði þá var það líklega þessi 2. Ég get sagt sko að þú veist, við Hildur þekkjumst ágætlega og það ég mun vinna með öllum í borgarstjórn en að mynda meirihluta þá Sjálfstæðisflokkurinn og stefna þeirra töluvert langt frá stefnu okkar í Samfylkingunni. Það eru á mörgum sviðum. Það hvort sem það í samgöngumálum eða leikskólamálum eða húsnæðismálum eða hverju sem þá dálítið gjá okkar á milli. Þannig að Þú ert eiginlega að segja nei við spurningunni. Nei, sko, málefnin verða að ráða. Ef það kemur þannig staða upp að það er erfitt að mynda meirihluta og fólk verður að setjast niður og ef við náum saman málefni, ég bara sé það ekki í augnablikinu. Sorry Hildur, ég bara sé ekki. Ég mókast ekki neitt, ég er bara alveg sammálaðir. Sammálaðum? Já, þú veist, ég menna við klísjan eru auðvitað alltaf við göngum óbundin til kosninga og allt þetta. En stundum gerður svona samningur að þú mátt bara eiga leikskólana, þú mátt eiga þessa Suðurlandsbraut. Já, sko, það er auðvitað eins og ég nefndi hérna í upphafi þáttar, komin ákveðin valdaþreyta í Samfylkinguna í Reykjavíkurborg. Ég er nýr maður í Þú ert nýr maður, en þú veist, það er bara sko, þetta fólk hefur meira að minna þó að Pétur sé komið nýr, þá er borgarstjórinn ennþá í öðru sæti og Skúli Helgason sem hefur leitt skóla og leikskólamálum árabil, hann er þarna líka á lista. Þetta fólk hefur verið þarna mjög lengi og þessi stefna hefur ráðið ríkju mjög lengi og fólk held ég bara, og við sjáum það jafnvel á skoðanakönnunum, að fólk kannski bara komið svolítið með nóg. Þú horfir til hægri? Við horfum til hægri, meira, já, við gerum það. Það sem ég óttast mest, að það verði eitthvað svona svakalega hægri meirihluta næsta ári, eða næsta kjörtímabili, að það verði Sjálfstæðisflokkur og Miðflokkur og jafnvel Framsókn eins og þú komið út síðast. Þá held ég að við sem að fara að horfa á gríðarlega breytingar í borginni og ekki breytingar í átt jafnaðar. Við þurfum að kjósa vinstrið, ef við viljum ekki fara til hægri, þá kjósum við vinstrið. Þegar kemur að því að mynda meirihluta, þá snýst þetta eins og Pétur segir málefnin og flokkar sem að ná saman málefni og það eru bara eiginlega eins. Ég er ekki sammála. Við sáum því að viðskiptaráðum daginn, þess að þið voru bara á sama punkti, það þurfti að stækka myndin til að sjá hvernig... Já, þegar kemur að spurningum viðskiptaráðs, það er mjög eðlilegt. Já, það er ekkert óvælt í því. En við þetta bara segjum með fólk vill breytingar, þá er bara Sjálfstæðisflokkurinn að vera stór. Þannig að hinir flokkarnir skipti ekki eins miklu máli. Hverjir eru líkast í Sjálfstæðisflokknum? Er það Miðflokkurinn og Framsókn? Ég myndi segja að þetta séu svona, já, Viðreisn kemst þetta inn líka.
Viðreisn verður þegar kemur í mikið hlutverki. Þegar kemur að rekstri borgarinnar, við viljum auðvitað fara núna og svona laga til í rekstrinum og þar er mikill samhljómur með Viðreisn. Brynjar Níelsson hefur sagt að það sé eiginlega engin munur á Sjálfstæðisflokki, Miðflokki og Framsókn. Nei, en Viðreisn er kannski líkar í samfylkingunni. Í skipulagsmálum, já, í skipulagsmálum, en ekki hvað var það rekstur borgarinnar líka í menningarstríðinu sem þú ætti að segja, já, en ekki þeir taka eiginlega stöðuna gegn þessu ákvafa miðflokksins að vera á móti innflytjendum við tökum ekki stöðu með miðflokknum í því, sannlega ekki. Nei, en Sanna, hvað sér þú fyrir? Með hverjum gæti vinstrið mynda meira þetta? Við erum með þetta mjög skýr, við segjum, ég meina við heitum vinstrið, þannig að það er mjög skýrt hvað við leggjum áherslu á og allir sem eru til að vinna út frá þeirri hugsjón, þá segjum við bara velkomin um borð. Við erum með félagslegar lausnir, við erum að tala svona fyrir félagshyggju og það eru þetta bara gott að sjá að við séum þriðja stærsta framboðið og það er ennþá nokkri dagar, þannig við getum farið ennþá hærra en við þurfum þetta bara að vinna með þeim sem eru til að taka undir þessa svona, ég meina á maður ekki að hugsa stórt til þess að maður nú í þessu. Það er samt að semja sig inn í. En mér er gaman að sjá núna, mér finnst ég taka eftir því að samfylkingin núna sé svona að leggja áherslu á þessu svona félagslegu sín, þú veist byggja fyrir alla tekjuhópa og það er bara gaman svona í aðdraganda kosninga þegar maður heyrir að fólk fyrir að tala svona daldið svona sósíalist, þá bara fagnaði því og vona að það verða veruleika að við fáum fleiri fulltrúa inn sem að tala fyrir félagshyggju og vinstri lausnum. Hvernig var að vera í 5 flokka miðhluta? Það var mjög skemmtilegt og við komum miklu í gegn og ég er mjög ánægð með áhersluna að hætta að grunnskólabörn. Það er búið að samina 2 af þessum flokkum. Við bara tölum okkur niður á niðurstöðu, þetta gengur svo vel hjá okkur og við bara hugsum í lausnum og erum ekkert að hugsa hvað sundrar, heldur bara hvernig getum við unnið saman, hvernig nýtum við tíma sem best, hvað saminar, fókusum á það. En við sjáum eiginlega aldrei skoðanakönnun þar sem er meirihluti fyrir Samfylkingu, Vinstri, Pírötum og Sjálfstæðisflokknum. Við sjáum heldur eiginlega aldrei þar sem er Miðflokkur, Sjálfstæðisflokkur og Framsókn með meirihluta. Þess vegna var uppálega spurningin hvort að það gæti enda með því að þið neyddust til þess að sjóða saman einhvern meirihluta svo að borginni var í stjórnað þá einhvern veginn. Þetta er eins og menn segja, Viðreisn er í ákveðnu stöðu. Það er bara þannig. Það er ekkert leyndarmál, en ég held að sé núna mikið tækifæri og það sem ég óska mér helst að verði hægt að gera á næsta kjörtímabili er að ná bara meiri sátt í borginni. Að taka málin úr þessum átakafarvegi sem þau hafa verið í mjög lengi og Pétur talaði með áðan og hefur oft talað að menn séu búin að vera að tala borgina niður. Ég er nokkert sammála því, Reykjavík er alveg frábær borg en þjónustan er tölu niður. Þjónustan hefur verið tölu niður, já. Borgar yfirvöld hafa verið tölu niður en ekki borgin sjálf, hún er alveg frábær. Ég held að sé mikið tækifæri að ná saman einhverju meirihluta sem er reiðbúin að hlusta á íbúana og ná bara sátt hérna í borginni þannig að langstæðstu meirihluti fólks sé bara ánægður og sáttur með það í hvað átt við erum að stefna. En núna er það ekki þannig að ykkur fái umboð til stjórnarmyndunar. Nei, það er ekki þannig, nei. Það verður allt vitlaust á kosningarótt, þá fara allir að hringja í alla. Sá sem verður fyrstur að hringi, hann gæti... Stundum er þetta byrjað undan. Ég man að í loka kappræðum á RÚV síðast að þá var ég búin að taka eftir að Einar og Dagur varu farnir að daðera og ég varaði nú við þessu og þeir eruðu vandræðilegir og svo kom það í ljós. Þannig fórum það. Þetta var gaman. Já, þetta var það. Sömuleiðis, loksins, komið til ykkar, strákar. Það er komið. Nei, ég bara hefur alltaf einhvern veginn ekki gengið upp. Nú kom ég bókstaflega hlaupandi til ykkar. Gott að ræða um pólitík í svona almennilega klukkutíma. Það hefur bara vantað í þessu baráttu. Við þökkum ykkur kærlega fyrir og gangi ykkur bara vel í ykkar slag. Sanna, Pétur og Hildur. En eftir augnablika þá ætlum við að ræða um það sem við köllum vettvang dagsins. Kannski tölum við mestu kosningarnar, ég veit ekki, kemur ljós eftir auglýsingar. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagurinn minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ, krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstaða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands
Samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til mergjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
Það var komið að svona seinni helming hjá okkur. Við ætlum að, þetta svona það sem við kallum vettvang dagsins, en kannski munum við mest tala kosningarnar sem eru framöndan, nú bara vika í 17. kosningar. Og hjá mér Karin Kjartansdóttir sem ráðgjafi, Jóhanna Pavlovits sem mannfræðingur og vill svo til að oddviti borgarbyggðarlistans, það frambjóðandi á meðan vor. Já. Og Eyrún Magnúsdóttir sem hvað ertu, ritstjóri Gímalsins eða stofnandi eða bara bæði. Útgefandi? Já, allt þetta. Allt þetta. Þú ert Gímaldið. Herðu, eigum við að tala kosningabarðana. Karin, ert þú ekki svona kosningastjóri og getur talað þetta fyrir svona Pér, manni sem hver að standa sér best? Það eitt sem að ég var að segja daginn að Samfylkingin sé að tapa á því að Kristrún sé svona mikið í kosningabarðunni. Það virkar eins og hún treysti ekki Pétri og hann kemur alltaf með mömmu sína í vinnuna. Sko, ég búin að segja þetta ég ekki að segja halla neitt á Pétur, en það bý í Garðabæ og hef ekkert verið að fylgjast rosalega mikið með Reykjavík. En þegar oddvitinn á Alþingi, eða þú veist, oddvitinn í flokk, eða formaður flokksins, byrjar að vera rosalega mikið með oddvitanum í framboði. Þá byrja maður að skynja að sé eitthvað vesen með þennan oddvita, hann þurfi stuðning og svona hjálpa. Það getur alveg skoða þetta. En í Bandaríkjunum tíðkast þetta, forsetinn fer og talar hérna í kosningabaráttunni, en þetta ekki bara ekki Samfylkingin bara horfur á mikið á Fox? Ég sé að Sigmundur Davíð rosalega mikið með Lárusi Guðmundsinni í Garðabæ. Já, en það þeir nágrannar. Já, en mér finnst þetta bera vottum að sé eitthvað svona viðkomandi þurfi smá svona stuðning. Þannig að þú myndir ráðleggja Samfylkingunni að draga aðeins úr þessu? Ég veit að ég ætla ekki að skipta mér að því hvað þau gera, sko. En þú ert álitskjafi hér, ég að spyrja álits. Sko, ég veit ekki hvort að fá fleiri á tilfinninguna að viðkomandi vanti einmitt eitthvað til að halda í höndina á sér og eitthvað til að stækka framboði. Ég fæ það á tilfinninguna. En mér finnst Pétur alveg maður sem til og með stendur vel undir sér. En hún vinsalasti stjórnmálmaður á landinu og og hún farið líka víðar landið. Já. Hún út um all land. Já, hún greinilega. En hún kannski líka bara að tengja sig meira við fólki í flokknum víðum land. Þannig að þetta gæti líka verið sú hugsun. Davíð mætti aldrei á fund með öllum þessum frambjóðundur sem Sjálfstæðisflokkurinn reyndi. Má ég koma aðeins inn á þetta? Að ég alveg sammála sem Karin segir, en mér samt líður líka eins og Kristrún sé að gera líka bara Pétur svolítið kunnulegan fólki. Mér finnst hann ókunnulegur, ég veit ekkert hvað þetta fyrir en núna einhvern veginn og mér finnst alveg þegar þau eru svona saman, þú veist, á samfélagsmiðlum að dreifa út einhverjum blöðum eða gera út svona saman auglýsingum. Mér finnst það að gefa eitthvað, sko. En Samfylkingin að gefa eftir. Hún meldist bara með 18% sem að lítur að verið algjört sjokk fyrir markinu. Það eru líka komin bara opaslega sterk framboð til vinstri og bara strax þegar sósíalistar fara að mælast inni, þá finnst fólki ekki eins og þegar það sé að fara að henda atkvæði sínu þangað og þá styrkist held í framboði enn frekar. Þeir hafa ekki stækkað, þeir eru bara á sama stað. Meldist inni og eru þar. Já, en svo erum við með vinstrið sem líka svakalega sterkt. Þannig þessi atkvæði geta farið víðar og við sjáum það líka, ég held að það sé til dæmis ástæðan fyrir því að flokkur fólksins mælist mjög lítill. Það bara þessi atkvæði fara þangað, þau eru búin að finna sér nýjan farveg, hluti hefur kannski farið til miðflokksins og þannig að byrjuðu náttúrulega alltaf seint. Hver miðflokkurinn? Flokkur fólksins. Já. Nei, miðflokkurinn byrjaði bara í haust. Miðflokkurinn byrjaði, alveg fyrir löngu. Flokkur fólksins var langsíðastur. Þú voru svo sein og með rosalega flottan frambjóðanda, finnst mér ekki mikið varið í Guðmund Inga, en eins og ég segja, hann geldur dálítið fyrir það að það bara komin svona öflug félagshyggju frambóð og minnst vinstrið og sósíalistar einhvern veginn kannski vera þeir flokkar sem tekst helst að koma einhverju hugmyndafræði á framfæri. Ég er ótrúlega sammála. Tala svo mikið um mannamál og tala um málefni á svo einfaldan hátt á því sem fólk vil heyra og hvar vandamálin liggja og líka koma með lausna samstundis. Og ekki vera mjög gott. Já, ekki tala eins og eitthvað rekstra, eða þú veist, sér komnir einhverjir ráðgjafar, þú veist, frá KPMG eins og einhver orða. Það eitt sætt við flokk fólksins að hann heldur bara sína kosningabaráttu. Notar sömu frasana, fæði, klæði og húsnæði. Og bílastæði. En líka bílastæði, það er eina sem þau bæta við.
algjörlega. Við það svolítið sætt. Bara þessi sterka orðræða bæði vinstri sem sósíalistum að húsnæði sé ekki fjárfestingarvara heldur heimili fólks finnst mér bara að gera mjög mikið fyrir þessi bæði framboð. Þetta er eitthvað sem ég vanta aðeins bara hjá samfélkingunni í borginni. Og svo eru þau ekki byggjast neitt afsökunar á sjálfum sér. Þau koma bara fram á svo miklu einhvern sjálfsöryggi. Já, það er eins og það hafi vantað finnst mér svona í vinstri félagshyggju frambúðum áður fyrir að þú er einhvern veginn að segja hlutin eins og þeir og hvað þeir standa raunverulega fyrir. En hafa einhver málefni komist á dagskrá fyrir utan það sem umræddur miðflokkur setur á, sem eru bílastæði í miðborginni sem að það er eitthvað furðulegt hvað þeim einhvern veginn að þeir sem er að stýra svona þáttum og svona eins og ég er að gera núna telur sem þurfa að bjóða upp á það sem að þeir leggja til máls. En þið nefnir þess húsnæðismál, ég var að tala við hérna formenn leigjendasamtaka núverandi og fyrirverandi, þessu bara af hverju eru húsnæðismál ekki kosningamálið? Hvað ræður því hvað er kosningamál? Já, það er þetta ábyggilega mjög margt, en þetta er athyglisvert að málefnin einhvern veginn fara oft svona á eitthvað varamannabæk, eða það er svona svolítið ítt til hliðar og það er þetta líka kannski hefur að með að gera, við erum með rosalega marga, sérstaklega í borginni, við erum alltaf að tala um svo borgin, það sé bara kosningar í borginni. Ég ætla að koma til það eftir sko. Ég er að reyna að forðast það, en ég veit að ég bý í Reykjavík, þannig að ég svona fylgist kannski mest með því, af því að ég er alveg að kjósa hér, en það er þetta ofboðslega margir mínútur 11 framboð, þó að kannski tvöðra er nú ekkert mikið áberandi. En þetta er rosalegt kraðak á samfélagsmiðlum og á svona þessum miðlum, það sem menn að reyna að koma sér á framfæri. Þú ert með endalausa, þú veist, endalaus 30 sekúndna vídeo af einhverju fólki að labba og segja eitthvað gáulegt og það voru svo mikið gáulegt, sko. Nei, þú hefur einhverja sekúndur til að ná fólki og þetta verður rosalega föst í þessu og að ætla að útskýra það er skynsamlegt að halda áfram með borgarlínu vegna þess að svona að það er oft bara ítist til hliðar af því þú þarft einhvern veginn bara að ná fætunum inn fyrir dyrnar og láta fólki líka við andliti á þér og finnast þú eitthvað skemmtilegur eða skemmtileg og áhugaverð og hafa eitthvað að segja en það er alveg rétt, ég til dæmis get ekki ef maður tekur bara húsnæðismálin, það er erfitt að átta sig alveg á því, býtum nú hver er með hvaða stefnu í varandi húsnæðismál. Nei, hvernig þessu er miðflokkurinn með stefnu í húsnæðismálum? Er Viðreisn með stefnu í húsnæðismálum? Ég get ekki svarað þessu. Ég bara get það ekki, sko. Nei. Við veitum alltaf að hann liggur vel á Björgu, hún er alltaf brosandi, sko. Já. Hún er til dæmis með svona dæmi við þráin að ná í gegn með einhverjum hætti, var að hafa myndirnar öfugar og segja að það þurfti að snúa Reykjavík við. Ég sá að Karen var ánægð með þetta, ég held að þetta sé að vitlista sem ég hef séð. Ég held að vitlista sem ég hef séð í kosningamótum. Þú veist þetta hljómar eins og ég finnst þetta alltaf. Mér myndi að þú hefur eitthvað tíma sagt eða skrifað að þetta væri snudd. Ég er alveg saklaus. Þetta er alltaf lagi auglýsinga, hvað þetta þarf að snúa Reykjavík við. Ég held að sé enginn sem svarar sig á. Ekki bara, þú veist, ekki að setja hana á hvolf. Eina sem ég hugsaði þegar ég sá þetta, ég sá bara því ég þekki mikið af fólki í Viðreisn, hún finnst það bara hið indælasta fólk og ég sá að allt í hennu var allar myndirnar á hvolfi og ég sagði, en nú er búið að finna einhverja leið til að vekja athygli og komast í gegn, sko, ég skil alveg að þau sé að reyna en ég dáðist nú hvergi að þessu, sko. En það er áhugavert reyndar að því að tala um Viðreisn, hvernig Viðreisn hefur með kannski svona myndmáli og með bara hvernig svona haga sinni kosningabaráttu. Þau tekist að láta lítið út fyrir að þau hafa bara ekkert haft með borgin að gera síðustu ár. Það hefur bara aldrei verið við stjórnvölin og aldrei verið meirihluta. En sem er náttúrulega ekki þannig. Það er bara kortir síðan þau fóru. Já, það er bara mjög stutt síðan að þau fóru úr meirihluta. Voru þar á undan, voru ekki 2 kjörtímabil? Og vorum líka gantast aðeins með þarna líklega á Björg meira, sko, í þeirri borg sem núna er sem fyrirverandi aðstofamaður Einars Þorsteins heldur Pétur Martins. En svona tricks í kosningabaráttur og svona, ef ég má aðeins staldra við það, því að Sanna sagði hérna að það væri gaman að koma hingað og ræða pólitík því að vanalega væri bara að vera að láta við borða sterkan mat og svara, ég heldur nú að orða þannig hjá hverjum vildi sænga og annað slíkt og það sem að fjölmiðlarnir er að reyna að gera eitthvað skemmtiefni úr kosningum sem að ég hef aldrei almennilega áttað mig á því, þú veist,
Mér svo leiðist sko skemmtiatriðin í kosningasjónvarpið þess að kemur eitthvað kall með gítar og allt í að gera eitthvað allt annað. Að þú veist, kannski ekki hægt að gera skemmtiatrið úr kosningum og bara kannski ætti ekki að gera það. En ekki bara of mikið af þessu, einhvern veginn svona eins og það ég verið svo hrest og skemmtilegt. Það kannski þess vegna sem ég fylgst svona lítið með þessu. Ég myndi aldrei leggja það á mig að kveikja á ykkur með fullri virðingu fyrir þeim sem gera það þætti að horfa eitthvað fólk borða kjúkling á engi. Eða þú veist, bara það dregur mig ekki af. Er þetta svona í Borgarbyggð líka? Er það Við náttúrulega fáum ekki mikið athygli frá almennu fjölmiðlum sko. Það er náttúrulega bara RÚV sem hefur komið og þetta var rosalega stuttur þáttur því miður. Já, ég sá hann. Og svo MBL sem hefur verið með en ekkert vísir eða neinn podcast beint sko. Og þetta er svo leiðilegt og svo lélegt að þetta hefur innkennt náttúrulega íslensk stjórnmál í langan tíma og mér langar bara að minna hér fjölmiðla á að kosningar ekki bara þessi stað að höfuðborgarsvæðinu. Og hún með alveg mjög forvitnilega mál. Já, aðeins varðandi þetta, þá það náttúrulega þannig að 2/3 hlutar landsmanna búa á höfuðborgarsvæðinu og 2/3 af þeim búa í Reykjavík. Þannig að Reykjavík eiginlega einu kosningarna sem að bera það að vera inn í almennu fjölmiðli. Borgarbyggð, það bara of fáir sem búa þar inni. Já, samt það svona flott mál eins og ég líka borga skatta í RÚV sko. Nei, þú gætir aldrei dregið kosningabaráttuna í Borgarbyggð í gegnum almennan miðil, heldur verðið þið að gera það í gegnum Skessuhorn? Eru þið með einhverja fjölmiðla til þess að eiga eitthvað kosningabaráttu? Ég ekkert sammálaður það sko, því það hefur bara engin fjölmiðl sagt frá okkar framboði, engin stór fjölmiðl til dæmis, sagt frá okkar. En svo til dæmis bara Skessuhorn. Það finnst mér ekki í lagi, svo sé ég stoppaði og ég endalaust að sjá bara eitthvað svona fjölmiðlaumræðu bara hvað heitir hún, Heiðu til dæmis og aftur, það er alltaf bara eins og hún sé einhvern veginn aðal personan í kosningaframboði. Mér finnst þetta svo þreytandi og ég veit ekki hvort að fólk viti hverju oddvitar eru á landsbyggðinni sko. Mér finnst þetta alltaf sama sem að frétta kom sama sem málefni, þú veist, verið aðeins þú veist, allavega eitthvað Ég veist að margir af okkar hlustendum viti ekki að þú ert í framboði. Örugglega ekki. Og viti ekki hvað Borgarbyggð Ég ekki að segja að taka Borgarbyggð inn í að það verði aðal kosningamáli, en það má aðeins allan ekki reyna frétt það á RÚV eða MBL, það ekki komið neitt það og mér finnst það skrítið. Ég forvitin að vita með Bifröst, þannig bara fólk við enga þjónustu og enga samgöngur. Nei, einmitt. Algjörlega, sko, það sem að hinn frambúðir... Hvað er margt þarna fyrir ég? Hvað segirðu? Hvað er margt fólk í Bifröst? Nú veit ég ekki alveg hver fjöldin er akkurat, kannski kring 100-200 cirka. Það búa alltaf líka Íslendingar þarna, sko, eða fólk af íslensku uppruna og aðris, en það eru mörg mál sem eru að ræða og Bifröst eitt af þeim og það sem hinn frambúðin sem eru með okkur, með hans Framsókn og Miðflokkurinn, Sjálfstæðisflokkurinn, hafa alltaf sagt sem Sjálfstæðisflokkurinn Framsókn hafa verið í síðustu sveitarstjórn að ríkið þarf að koma þarna að sem rétt í einhvern skilning þarna er fjárhagsaðstoð sem á ábyrgð ríkisins sem og ríkið þarf að koma mæta því fólki og svo líka mikið eldri borgurum og þarna eru lög almannatryggingar sem segja að þetta fólk eldri borgarar geta ekki fengið lífeyrisréttindi á Íslandi og þarna þarf bara að breyta lögum almannatryggingar og vonandi heyrir hann Ragnar Þór í mér meðan ég að tala. En svo er annað, það sem við höfum gagnrýnt í Borgarbyggðarlistunum segjum sér svo að ríkið stígi inn og komi með þessa fjárhagsaðstoð og komi með þennan pening og lögum almannatryggingar verða breytt. Hvað verður þennan stað? Að þetta það sem við erum að gagnrýna, það er engin hugmyndavinn og engin framtíðarsýn hjá hinum frambúðunum og við síðustu sveitarstjórn eins og þessi staður sé einhvern veginn bara úreltur og við eigum ekki að fara í atvinnuuppbyggingu, við eigum ekki að koma með samgöngur leikskólinn er farinn, það er það sem var gert og það sem að fólk hefur verið rosalega ósátt með, mjög ógegnsætt eins og með Brákarey, en þetta er það sem við erum að tala fyrir að við megum ekki gleyma því heldur að umræðan finnst mér hafa verið bæði hjá þeir sem hafa skrifað í sveitarstjórn Bifröst eins og þetta sé einhvern veginn svona vandamál að þetta fólk eins og þetta sé þeim að kenna en þetta er öllum að kenna nema þessu fólki. Bæði örlög þess fólks hverju búa þarna? Það búa mesta prósent af Úkraínufólki. Þetta er flóttafólk sem býr hérna og það er líka spurning hversu lengi verður þetta fólk skilgreint sem flóttafólk.
eitthvað fólk hann búið að búa í 3 ár og það vantar svo mikið að inngilda þetta fólk inn í samfélagið. Og það mjög erfitt með að gera það sjálft vegna þess að það ekki samgöngur og það ekkert að vera Nei, það ekki samgöngur og svo mikið af þessu fólki eins og fjárhagsaðstoð, mikið af eldri borgurum og það vantar að bara, já, og svo búið að lækka fjárhagsaðstofuna núna aftur, þannig að þetta fátæktargildra og þetta sem við höfum gagnrýnt í borgarbyggðarlistanum. Að sjálfsögðu eins og segi, það ríki að koma en lausnin samt ekki á meðan að segja þetta fólki í fátæktargildru. Þetta risamál fyrir ykkur. Þetta stórt kosningamál, já, algjörlega. En ég ætlaði með þess vegna var ég að reyna að grípa fram í það því ég ætlaði bara að skjóta stuðningi við hana að það ýmis mál eins og bara þú varst að fara yfir í Borgarbyggð og víðar landið sem varði ekkert bara þetta sveitarfélag heldur bara miklu stærri hluta og ég meina, þú veist, veit að þeir eru með líka fleiri mál sem bara mér þetta mjög forvitnilegt að vita og svo eru svona framboð eins og var ekki Bláskógabyggð þar sem voru sumarbústaða eigendur gegn hinnum þarna Mér finnst þetta bara allt svo forvitnilegt. Við viljum fá kosningarétt það sem sumarbústaðurinn er. Já. Það er orðið heimili fyrir marga. Eitt sem ég veit bara Heimir Karlsson, hann er á listanum. En ekki skipulagt sem heimili, þannig kannski erfiðar að veita þá þjónustu sem sveitarfélögum ber að veita og þá komum við að ýmsum svona flækjufaktorum sem er forvitnilegt að fara yfir. Eirún, þetta er svolítið að fjölmiðlarnir standi sig ekki nú vel í að segja frá sveitarstjórnum kosningum sem alltaf verið hausverkur fyrir fjölmiðlana. Já, og það hefur kannski komið svolítið í ljós núna að við erum mjög svo marga litla fjölmiðlar sem geta svo lítið eða sem sagt gera eitthvað smá en það er bara svo þú þarft svo mikið, þú þarft svo stóra bara fréttastofu til að geta annað svona kosningum sem er 62 sveitafélög út allt land, þú veist hvernig ætlar það er enginn nema RÚV sem getur þetta mokkinn hefur verið þeirra afgjöld verður oft svona eins og bara svona stofnanaleg nú eru 7 til kosningar og þá fjöllum við 7. stærsta sveitafélagið og það eru svona margir sem búa þar og svo er farið í kaupfélagið og rekin mikrofónn upp í fólk og fyrir að kafa og kjósum og svo er það bara afgreitt svona þú veist, þetta er ekki beint svona. En ég held að séu klárlega tækifæri í þessu fyrir svona smærri miðla. Bara núna er að verða, þú veist, það er orðin mikil bylting í tækni. Við getum gert fleiri hluti sem að voru erfiðari áður án þess að endilega þurfa að fara vera með einhver útibú út landa allt heldur á að vera hægt að nýta meira bara þess eins og þess að nýta meira podcastin, nýta meira bara það að geta að tala við fólk í gegnum fjarfundabúnað og svona og gert einhvern veginn, þannig að það ætti að vera hægt að gera þessu betri skil en kannski bara þarf að þess að svona Ég sammála þessu að ég er alltaf að sjá sama fólki vera að fara í podcast líka og það er alltaf höfuðborgarsvæði því það er fullt af podcastum sem að þarna gerst tækifæri fyrir landsbyggðina að mæta í ef að fjölmiðlar RÚV get ekki séð þetta alltaf með þeim hætti og mér finnst það bara vanta. Ég hef ekki séð oddvita úr landsbyggðina í podcastum, alltaf sama fólki úr höfuðborgarsvæðina að mæta í sögum podcastin Svo eru þið með eitt mál sem er að kljúfa þjóðina eiginlega. Hvað er það mál? Þið eru með vindorkuna. Karin er orðin kostning, hún ræður ekki við það, hún er kostningastjóri. Einmitt, ég hefði bara átt að hafa samband við þig. Já, þetta sem sagt, ég held að flest frambúðin séu sammála það að vindorku er ekki heima í Borgarbyggð. Bara ekki, hvergi í Borgarbyggð? Nei. Það er alltaf eins og staðan núna, svo náttúrulega þurfum við eins og ég sagði að taka til þess að rammaskipulagið getur sett það á dagskrá og skylda okkur til þess að setja vindorkuver og þess vegna segjum við líka í Borgarbyggðarlistinu ef það svo verður, það eigi vindorkur að vera auðlind almennings en ekki fjárfesta eða sérhagsmuna þannig að það er svona hliðar sem við erum að taka varðandi þetta mál. En það er held ég skynja það að almenningur í Borgarbyggð sé rosalega mikið móti vindorku verum. Ég bara ekki athygli á öðru stóru mál. En það má samt tala að það þarf að fara aðeins dýpur umræði í Borgarbyggð varðandi þetta mál, líka varðandi orkunýtingu. En ef að þið komist ekki í stóru miðlana og þið hafið skessuhorn og ég meina landsbyggðarmiðlarnir eru líka við. Skessuhorn er fínt en það má alveg, það er bara gaman að fara það sem maður getur tala, ekki alltaf vera að skrifa sem fólk les. Að fólk sjáu mann og fara að kynast mann líka. Ef við horfum á BBC að það voru sveitarstjórnarkosningar þar, þá eru menn bara að tala stöðu flokkana í BBC og svo
og bara í kosningunum í Grimsby, fjölmiðlarnir í Grimsby verða bara að sjá það. Þannig að BBC ekkert að reyna að fjalla hvert einasta kjördæmi, það verður bara eins og að hlusta á veðurfréttirnar þarna, Garðskagi og eitthvað svona og maður missir alltaf þráðinn sko. Þannig að en ef að fjölmiðlaumhverfið þannig að þið komist ekki að í RÚV nema bara eitt pínu til þátt og eitt svona aftast í fréttatímanum, lokálmiðlarnir eru veikir. Hvernig fer stjórnmálaumræðan fram í Borgarbyggð? Hvað séu, hvernig fer? Stjórnmálaumræðan fram í Borgarbyggð. Það er bara stór spurning. Jú, vantarlega fólk bara að tala sín á milli og það er bara skjássuhotni sem aðalega sem fólk að lesa. En ég myndi vilja að þetta væri eitthvað svona aðeins skilvegra. Hvað heldur að ráðið í hvað fólk kjósi? Er það málefnin eða mér líst nú ágætlega á hana Jóhannu eða eins og stundum fólk eru bara að velja sér strætó og fara upp í og líka leist vel að þennan Ég held að sveitarstjórnarkosningar almennt á Íslandi séu miklu meiri bundnar við persónu í svona kjör sko, sem ég ætla að gagnrýna svolítið að því hugmyndafræði skiptir máli og sjáum bara ótrúlega mikið á hugmyndafræði skiptir máli til þessi Kópavogi og þess vegna vantaði finnst okkur félagshyggju framboð í Borgarbyggð. Og þess vegna stofnum við Borgarbyggðarlistan af því að mér finnst að nýfrjálshyggjan hafi vafið sig of mikið í pólitíkum allan heim og það innviðaskuld. Ég var í gær að fá svona fyrirlestrarkynningu hjá bara slökkviliðin í Borgarbyggð og það mjög mikil innviðaskuld eins og með margt annað og það eru alltaf við samkeppni forgangsröðina, hvar við að byrja, skipti slökkviliðameilum á leikskólanum eða íþróttamálin og þetta það sem svo erfitt út af því að það svo mikil niðurskur og svo mikið af arðsemi að safnast upp í fára hendur að mér finnst bara vanta félagsgjöf framboð í Borgarbyggð að tala þessi mál líka. Ekki bara höfuðborgarsvæðinu og húsnæðismálin líka og óhóknadrifin leigufélög. Hvað er líka sameiningu við Skorradalshreppi? Það búið. Það að fara að eiga sér stað. Ég ætla bara að benda á hvað Karen mikill kosningastjóri, að hún kom í grænum jakka, en hann orðinn bleikur eins og hún Jóhanna klædd. Hún mjög hrifin að hennar málflutning, sko. Þannig það gerðist. Herðu, má ég snúa mig til Reykjavíkur, að við vorum að tala að Flokkur fólksins hefði komið of seint. Ég veit ekki hvort við ættum að ræða það hvort að Guðmundur Ingi Þóroddsson sé þannig frambjóðandi að þeir sitið í fangelsi, verið dæmdur fyrir fíkniefnabrot, hommi, hvort að við lifum bara í svo fordómafullu samfélagi að hann mun ekki ná á flug. Ég veit ekki hvort að vilja ræða það. En varðandi miðflokkinn, að því hann byrjaði svolítið snemma með svona þá hugmyndum að hann myndi lendi í Oddastöðu í Reykjavík og hann myndi jáfnvel geta knúið það í gegn á styrk sínum að því hann var að mælast með 20-22% á landsvísu á þeim tíma að hann myndi jáfnvel geta ráðið í hverju væri borgarstjórinn. Þannig að þeir stiltu upp Ara Edvald og klæddan eins og hann var að fara í forsetaframboð eins og hann ætti að vera borgarstjóri. En svo mældust við síðast bara með 6,7% og þetta virðist ekki vera að ganga upp. Þannig eins og þeir hafi séð fyrir sér kosningabaráttu sem væri bara svona happy-go-lucky, að þeir myndu fara bara og sækja stór sigur og væri með kannski 4, þeir setja Hlédísi sem kannski svona forvitnilegasti frambjóðandi. Hann talaði son sinn sem í 7. sæti. Ég hef skoðan þessu. Já, en þeir var bara algjörlega misreiknað að hver inneign þeirra væri á þjóðinni. Ég ætla bara að tala persónulega fyrir mig, ekki sem frambjóðandi Borgarbyggðarlistans, bara mín persónulega skoðun svo þegar ég sé mynd af Ara Edvald til dæmis, ég stilla hann svona upp í þessum jakkafutum og svo sinni hans, þá lífum bara svo árið 1941 sko. 41. En svo við séum farin aftur í eitthvað svona tímabil, svona hvítrar yfirbúrahyggju, þetta svo mikið þannig væp, það ekki, þú veist, hvernig eru klæddir bakgrunnurinn, orðræðan og ég veit það ekki alveg, þetta einum of íkt þannig, ég upplifði það þannig. Ég veldi fyrir mig hvort þetta hefði gengið betur í Garðabæ, þar sem Ari hefur búið, áður en hann flutti til Portugal og kom svo aftur. Og sko að því Garðabæ að vísu mjög breytt, sko, demografían í Garðabæ mjög breytt, hún miklu fjölbreyttari heldur hún var bara fyrir örfáum árum. Þannig, en ég meina, ef eitthvað sveitarfélag kannski dálítið móttækileg fyrir svona hefðbundnu íhaldi, þá held ég myndi veðja á Garðabæ og ég, sko, ég held að þetta hefði kannski hitt betur í mark þar, en í staðinn þá eru þeir ekki mjög sterka frambjóðendur í Garðabæ og þá hefur bara kosningabaráttan verið alveg rosalega indæl. Þú veist, Sjálfstæðisflokkurinn verið bara, þú veist, indæll það ekki búin að vera neinn læti og það ekki beint svona stór mál þar að skekja. Það eitthvað óánægja með oddvitan þar hann hefur ekki mjög mikið traust inn í Sjálfstæðisflokknum, ekki eins og fyrrverandi, ekki eins og Gunnar Einarsson var með á sínum tíma. Nei, en
Ég hef ekki segja aðra heldur en svona heitum umræðinu um að hann brennur fyrir hverju málum, sko. Nei, það vantar, sko, eins og þú segir, hann haldi bara að hann myndi bara taka flott að mynda sér og taka einhver myndbanda sem hann væri í styrtu á mótnana eitthvað. Henda borgarlínunni. Það myndi að bara borga sig. Þetta gæti verið þannig að hann er mjög landsföðulegur, en það vantar bara landið sem á passa við. Já, hann vantar að finna þessi land. En Eyrún, miðflokkurinn, er þetta svona dæmi að kannski sé ekki bara miðflokkurinn, heldur finnst mér að vera í almennu umræðu, ég nefndi áðan að svona þeirra áherslu á bílastæði í miðbænum og virðist fara inn í almennu umræðu, að þeir geta hafa eitthvað tæki regnbogafáni við skóla, að þeir geta stýrt umræðunni. En er þetta svona dæmi að kannski erum við að ofmeta þann stuðning sem að miðflokkurinn nýtur meðal þjóðarinnar? Já, ég held það klárlega en það eru þetta svolítið svona svolítið sérstakt hvernig einhver svona skrítin mál hafa bara náð allt í hennu að komast á dagskrá, en svo líka veldi ég held að fyrir mér hvað það að vera komast einhvern veginn á dagskrá, af því að það verið stjórnast meira af samfélagsmiðlum heldur en fjölmiðlum, hvað svona nær flýju og samfélagsmiðlum getur bara borga fyrir að hlutir komast á dagskrá, það er þannig og þannig að það finnst mér orðið svolítið svona ókveikjandi í rauninni og ég skrifaði hann þetta daginn að sko að þjóðfélagsumræðan hún er eiginlega selt hæstbjóðanda en þess að þú getur búðir til styrk þannig en svo er þetta spurning skila það sér eitthvað í atkvæðum á endanum en það eru svona mál sko að því að það er bæði þannig að frambjóðendur eru ofslega reaktífir með alls konar mál og meðal annars eitthvað sem miðflokkurinn sett dagskrá. En svo er kannski verra hvað fjölmiðlarnir verða oft líka og kannski ágætist dæmi er þetta fíasko sem var í kringum einhverjar pulsur. Það var eitthvað svona pulsudrama í Reykjavík sem snýrist unnar kjötvörur. Og þar sko... Var þetta ekki samþykkt líka 2018? Jú, sko þetta var samþykkt 2018. Þetta búið að vera já, þú veist, þetta hefur verið inn í matarstefnu Reykjavíkur sem var mikið... Vá, ég upplætti að það bara samþykkt í gær, sko. Já, sko, við Gímaldi byrti fréttum þetta og það gerði það engin annar. Og það var engin sko spurði, herri býtu, akkur er að tala um þetta? Og þau fengu einhvern veginn að allir frambjóðendur sáu sér eitthvað leik á borði, heyrðu, já, ok, við erum og eins og var einhverju málsvara barna að segja að það væri vegi að frelsi barna með því að leyfa þeim ekki borða oftar bjúu eða eitthvað og pulsur í skólanum. Og þetta er bara, þeir hefur verið inn í matastefnu frá 2018 og það var verið að gera eitthvað svona orðalagsbreytingar og eitthvað svona. En það var þetta gripið, það heitir svona fyndimál og sniðugt og skemmtilegt, svona sem dæmi þetta sem við talum á hvernig þú veist, það er bara svona eitthvað sem er gripið á lofti en svo nær umræðan aldrei neitt lengri og svo bara auðvitað fara í næsta og margir svona hossið svo svolítið á þessu Einar, þú veist, Þorsteins kom með eitthvað Einar með öllu og hélt pulsupartí bauðið fólk í það og Björg talaði líka um þetta hjá Viðreisn og ég meina til varnar pulsunni til varnar pulsunni, já þannig að þú veist, það er einhvern veginn það sem held ég gerir fólk óbúslega afhuga öll þessu og verður til þess kannski að það er kannski ekki super mikil áhuga á einhvern veginn kosningabaráttunni og svo er einhvern veginn farið að henda fram alltaf orðum og eitt af orðunum sem hefur verið kastað fram rosalega mikið núna er forræðishyggja. Það er alltaf einhver forræðishyggja að sjá til þess að mötuneytti séu heilnæm fyrir börn. Þetta er einhver barátta sem búið að vera í gangi árum og áratugum saman, þú veist Jamie Oliver var nú mikið með þetta bæði í Breitlandi og gerði þættum það þegar hann reyndi að svona hollustuvæða mötuneytti í Bandaríkjunum hér, þú veist, spratt fram hreyfing fyrir einhverjum árum og voru mæður sem voru svona að reyna að komast að einhverju byltingu þessu. Tími Ólafur opnaði stað og hefur mikið verið rætt mötuneytti, það þurfa að færa það aftur einmitt inn í skólana og það sé maturinn sem gerir frá grunni, við séum ekki einhvern veginn og lykilmálið þetta er að minnka neyslu á þessum unnu kjötvörum en allt í einhvern veginn sjá
einhverju kostningaspekulantar það sem tækifæri að fara að tala einhvern veginn fyrir þessu. En má ég koma aðeins inn á það? Því að þú veist, tækifærin hljóta að felast í því að við heldum við ofmetum svolítið mikið þetta hugtak frelsi einstaklingsins. Af því mér eins og fólk sem talar einum of mikið bókstaflega fyrir frelsi einstaklingsins sér ekki tenginguna eins og frelsi til þess að borða unnar kjötfurur kemur kannski niður á heilbrigðiskerfinu seinna meir til dæmis. Mér finnst þessi tenging eins og þau sjá ekki þessa tengingu, þú veist, að tala fyrir heilsu samfélagi, lýðheilsu skiptir alltaf máli. En eru þau ekki að tala frelsi mitt til þess að framleiða og selja óhollar vörur og tróða þeim í börn? Á einhverju leiti kannski líka, en ég held að hitt sem sagt líka, akkur má ég ekki bara borða óhollan mat, það kemur kannski setna niður á heilbrigðiskerfi öðrum kostnaði, en ég sé það ekki þannig. Það mátt bara ekki á þessu opinbera mötuneyti en að það er stefna opinbera mötuneyti að selja eða bjóða upp á hollan mat, en þú mátt alveg borða óhollan mat heima þér. Jú, meðal annars er það líka, en hitt er líka satt, sko. Það sem ég er að segja er bara það eins og fólk sjá ekki þessa tengingu, sko. En mér fannst þetta dæmið sem þú tekur einmitt dæmið það sem fólk heldur að segja ótrúlega sniðut að því að það er svo ódýrt, þú getur sagt forræðishyggja og má ekki hafa gaman, má ekki bara pulsur, má ekki bara bjúgu en þetta var bara, já ég veit það eins og þarna, þú veist, eitthvað eldgamalt en þetta fjall svona, mér finnst þetta þú veist, fólki var alveg saman. Þið sjá ekki fyrir ykkur kröfugöngu barna að við viljum bjúga. Nei, ég sá það ekki og líka meðan fólk bara svaraði þessu Björg einmitt í Viðreisn henduði þessu fram en meðan fólk bara einhvern veginn útskýra hún fekk bara yfir svona holskeplu og útskýringum sem var ábyggilega ekki það sem hún sá fyrir sér sko. En þessi umræða náðu svona allavega náttúrulega í Borgarbyggð sko. Það er sem ég er að segja. Þetta er svona dæmi um dagskrárvald, fjölmiðla líka annarra, þetta er eitthvað máli höfuðborgarsvæðinu sem fyrir 2018 en mál sem eru nú, við erum að ræða á landsbyggðinni ná ekki í gegn sko. Annað er að vanti bílastæði í miðborginni. Já, ég ætlaði að mynda að segja mér svo geggjað ansvar fyrir ekki að þau greip fram fyrir þér. Ég er svo æst að tala núna. Þetta er bara skemmtilegt sem er gangið núna. En haldið það vanti bílastæði í miðborginni? Nei, það vantar náttúrulega ekki. Það er bara hægt að telja þau og en það sem að varandi þessi skipulagsmál af því að ég ætla að koma því að við hefum gert ágæta þætti á skýrðu eftir Gímaldinu sem er skipulagsslys. Já, nákvæmlega, já. Það var Eirinu fannst það svo flott orð. Mér fannst það svo flott orð, af því allt í henni fórum að tala um líka bara svona eitthvað gamalt og gott orð sem að hefur lítið verið umræðinu og allt í henni allir að tala um græna Gímaldi, þannig að við skýðum fjölmiðlinn Gímaldi, bara svona í höfuðið á því, en það er líka tenging við stórt fréttamál og við hefum gert þætti að við sáum það, við erum pínulítill miðill og getum ekkert verið með endalausar fréttir og umfjallanir og viðtöl, það er bara ekki hægt og það annars síður mörg sveitarfélög. Þannig að við höfum í rauninni bara verið að fókusera á Reykjavík og eiginlega þegar maður svona fer að skoða þetta, þá fannst mér alltaf bara skipulagsmálin vera það sem að tengist öllu öðru. Að hvernig við skipuleggjum byggðina, það hefur áhrif á svo ópslamart. Það hefur bara áhrif á hvernig okkur líður og það hvernig við förum milli staða og allt þetta. Og ég segi fyrir mig að því að mér finnst það kannski að hafa ekki nóg mikið komið fram í þessu. Að ég vil hafa frelsi til að þurfi ekki eiga bíl. Og það finnst mér verið eitthvað svona sem að það er alltaf að tala um þess að bílinn sé eitthvað svona mesta frelsistákn sem til er en þú veist frelsi, ég meina það er enginn sem fer í borgarferð í útlöndum og byrjar að leigja sér bíl. Þú veist, þú ferð í borgarferð af því að þið langar að bara skoða borgina og rölda, þú leiðir bíli úr að fara eitthvað, þú veist, eitthvað lengra. Upp í borgarferð kannski. Já, en það á að vera einhvern veginn, þú veist, það á að vera hægt að nota borgina eða sem sagt, þetta komast á milli staða án þess að þurfa að vera á bíl. Og þannig að mér finnst frelsið miklu frekar felast í því. Ég sammála því að má ég koma hans hérna inn á að því við erum sko í stefnu okkar með lýðheilsumál líka og við segjum náttúrulega líka, fólk spyrir okkur, hvað ætla að gera fyrir íþróttamáli, við segjum, við viljum að sjálfsögðu leggja áherslu á að markvisst byggja nýtt íþróttahús en við segjum líka að lýðheilsumál eru líka skipulagsmál og þau eru líka samgöngumál af því að sérstaklega í Borgarbyggð þar sem að fólk þarf að komast á milli staða til þess að draga einmanleika til þess að efla félagslega tengd og skipulagsmál líka hvernig byggingum er háttað hvað eru sett, eru grænrými, eru hjólastíðir, eru göngustíðir og allt það eru náttúrulega líka lýðheilsumál þannig ég ætla bara að vera sammála þér svolítið og takk fyrir að koma með þetta inn. Og ég mæli með alveg geggjuðu viðtali á Gímaldinu við hann Gísla Martein og fólk verður bara að leggja
þessar möndru, Gísli Marteinn vondur og leiðilegur og allt það til hliðar og hlusta en þegar þetta eitt forvitnilega... Hann er ekki vinsalegasti sjónvarpsmaður ársins. Hann það, en það eru svo margir sem fara bara í gír, sko, og nota þetta svona sem bara hann tákn fyrir frjálslindið og andstöðu við bílinn, en þetta svo frábært viðtal skipulagsmál og setur hlutina svo vel í samhengi. Mér finnst bara frábært að fá Gísla Marteinn til að tala þetta við okkur vegna þess að hann er ekki bara, sko, það er svo mikið offrambúð af skoðunum almennt, einhverju skoðunum og þetta er ekki bara einhver að segja eitthvað þetta er hann satt við borðið, ég meina hann var var borgarfulltrúi, var í skipulagsráði, kom að því þegar verið að endurskoða aðalskipulagið og menntaði sig í þessu, hefur sannarlega innsýn og mikla þekkingu á borgarskipulagið, þannig að mér finnst það líka hafa vantað að gera svona dýpri umfjallanir, bara fáum einhver sem raunverulega hafa vita á þessu til að segja frá, lýsa, hvernig þarf þetta að vera af því að það er svo auðvelt að grípa bara eitthvað frasa, bara vantar bílastæði. Borghildi Sturludóttir sem þið voru með. Já, grænagímaldið. En að því að þið kjósið að fjalla mestu skipulagsmáli aðdraganda þessar kosninga, að þá hafa skipulagsmál verið náttúrulega svolítið ofarlega í allri borgarumræðinni. Ég meina, það er allir borgarbúar einhvern veginn sameiginlega að leysa miðbæinn muni ekki eftir því. Við erum búin að vera, hvað heitir það, Sundabraut, bara frá því kosningunum 2002, Miklabraut í Stokk frá því kosningunum 2004. Annað gamalt sem ríðast upp fyrir mér daginn, yfirbyggð á Laugavegi, menn eftir því. Já, það hvarf aftur. En hvort að Laugavegi vera göngugata eða ekki, þá búið að vera að tala suma þessum málum aftur og borgarlína orðin hvað er hún orðið gömul? Ég veit ekki, 7 ár síðan var sem byrjuðu margt af þessum málum sem hefur verið sett að hvort Reykjavík í að fara, það er skipulagsmál en það gerist ekki neitt það er eins og við gætum tekið kosningarnar 2000 eða ekki eða 2004 og tekið bara sömu málin Þannig það er líka eitthvað sérstakt við þetta hvað Já, við heyrum það bara eins og áðan að Hildur Björnsdóttir er svona að draga sig út úr borgarlínuhófnum. Eins og Gísli Marteinn benti á í viðtalinu. Já, og það er verið að höfða bara til ákveðins hóps og fólki sem er ekki almennt þessi hægri flokkar svolítið á móti borgarlínu, almennt. Þeir bygguna til. Þeir eru með stjórnarformann og framkvæmdastjórann. Já, en mér líður samt almennt eins og hægri kjósendur séu meira á móti. Þau hafa ekki verið tilbúin að standa mikið með henni, ekki þessi bæjarstjórar sérstaklega í kringum Reykjavík, hjá Sjálfstæðisflokknum, hafa bara ekki verið til í að standa almennilega með þessu verkefni sem eru auðvitað sérstakt en það sem er að því að tala að þetta takir langan tíma, það er það sem er kannski svo áhugavert í þessir, af hverju erum við, bæði þá erum við ofslega hissa þegar græna gímaldi er allt í einu risi og öllum kemur á óvart og engin vissi einhvern veginn hvað átt að koma þarna. En síðan erum við líka brjálega verið allt taki rosalega langan tíma og finnst einhvern veginn ekkert gerast. En samt gerist það stundum of hratt og þannig að það bara gerist fyrir augunum okkar og við einhvern veginn höfum ekki tíma eða ráðrúm til að bregðast við eða gera athugasemdir. Þannig að ég veit ekki hvað er, að því þetta er auðvitað svona þegar ég verið skipulagi borg, þetta er auðvitað annar, það er verið að hugsa í svolítið lengri tímabilum alltaf. En ég held að mig alveg færa rauk fyrir að það hefði átt að vera búið að gera meira af því að það er allir svolítið að býða eftir þessar borgarlínu og það er svo erfitt að segja þetta fyrir sér. Að það hefði kannski átt að vera búið að gera meira til þess að efla almenningssamgöngur í millitíðinni. Að strætóknir myndi virka betur. Þannig að þú svona venjist á það, þetta er valkostur. Verði, þó þess ekki fullkomið verði samt svona það verði aðeins betri og svona raunhæfari valkostur fyrir fleiri. Sumt er líka svo lengi að leiðin eins og Sundabraut að það bara öll byggð hefur breyst bæði í Grafavogi og í Laugarnesinu þannig að allt einu bara valla þetta komin í fyrir og ég held að þessi bæði andstæða við Sundabraut bæði í Grafavogi og í Laugarnesinu og hvernig ætlar það að koma fyrir það sem að íbúarnir báðum megin við fjörðin vilja þetta ekki? Ég grunum að Vegagerðin hafi hendur sem myndum fram bara til að sýna fram á þetta Það sé erfitt að koma svo fyrir. Já, en ég ætla að segja með almenningssamgöngur og strætó, ég bý bara þannig, ég bý bara rétt við leiðina ásinn
sem stoppar bara beint fyrir utan vinnustæðinu minn, nánast, beint fyrir utan húsið mitt. Það bara rosalega auðvelt fyrir mig að nota almenningssamgöngur. Það líka mjög auðvelt fyrir mig að hjóla, en það líka svo létt að nota einkabílinn. Þannig, einkabílinn verður rosalega oft fyrir valinu, en ég held ég hef í rauninu hjólað meira þegar ég var að vinna upp á Granda, því mér fannst svo leiðilegt að komast í gegnum miðbæinn og svo upp á Granda. Þá fannst mér minna mál að hjóla úr Garðabænum og þanga. Þannig, já. Eitt kosningamál hefur verið kort sem að borgarstjóri með í vasanum. Já. Þetta hefur búið að vera fyrsta frétt hjá RÚV, á 50. og 1. lögati og ég veit ekki hvað það sé ennþá í dag. Ég heyri það svona, fólk svona velta fyrir sér, býtu, þetta stórt mál eða eitthvað? Eyrún, blaðamaður, hvað þetta, RÚV að ofgera þessu máli? Kannski aðeins, það auðvitað erfitt, maður getur ekki setið og gert lítið úr þessu, því að það á að fara vel með almannafé, alltaf. En hvort að þetta að fyrir stærðargráðu að þetta verðskuldi, það að vera fyrsta frétt dag eftir dag, eða þú veist, óvarlega, ég ekkert alveg sannfærð það, Nei, landsbyggðin ekki þetta máli. Já, einmitt, á sama tíma og það ekki verið að sinna Þetta punkturinn, ég er búin að sjá þetta kortamál aftur, ég hef ekki kynnt mér þetta nóg, en þetta fær einum og mikið athygli í ljósi þess að það eru sveitarstjórnarkosningar í gangi. Það finnst mér að vera svona, já. En það auðvitað ekki þetta að þakka þetta niður, ég menna það... En það búið að segja þessa frétt og ég skil ekki hverju verið búið að svara fyrir þetta. Það búið að segja hann aftur og aftur. Þannig ég veit ekki á hverju það er verið að endurtaka þetta. Ég tók saman okkur skjáskot bara sem ég sá á mínu Facebooki og ég fór að grínast hvað var alltaf inside job bara frá fólkinu hennar Heiðu. En þess að mér fannst allir bara að vera hneykslast á þessu, hvað þetta væri mikið þvaður. En ég nefnt að lesa þessa fréttir. Ég sá bara að hún svaraði fyrir þetta og þetta var eitthvað flugferð. En af hverju þetta svona stór frétt? Það var alveg búið að bendina á að hún væri ekki að gera þetta rétt. Já, ég sá 23 athugasemdir og þá var eitthvað endurgreitt, en þú veist, og þá má segja, já, kerfið er að virka, ég veit ekki af hverju hún gæti ekki gert þetta rétt, en... Ef maður tekur efnisatriði málsins, þá sendir hún, það kemur náttúrulega rafræn listi yfir úttektir og það vantar pappírskvittanir. Hún sendi þær og sumar kvittanirnar voru ekki fullnægjandi. Það voru ekki nóg mikið á þeim, kannski bara svona kassakvittun eða eitthvað. Og það borgar hún tilbaka, einhverja 3 ár. Þetta hljómar bara einhvern veginn svona, sem svona ping-pong á milli bókaldsins og herrar. Smertir ekki beint almannaheill, en fínt að það sé vera, bara gott að það sé vera að fara yfir þessi mál. Ég held að sé enginn haldaði fram að hún sé með kortið á hafnarkránni að dæla út og bjóða öllum. Nei, ekki svo KSÍ gerði þetta máli. Nei, ég held að þetta er ekki nektarstaðir. Það er ekkert svona í þessu, Það er mjög uppblásið, það er alveg Það er gríðarlega óhugavert. En af hverju? Er það því að fréttastofa Ríkissjónvarpsins er svolítið svona, það kallað bláskjór í gamla daga? Er það vegna þess að það er einhver inn í samfylkingun að grafa undan Heiðu? Það er einn kenningin sem þú veist að veitni. Já. En þá hefur það ekki virkað vegna sem fólk miklu frekar hafa tekið til varna fyrir hann meira inn í burt við. Já, það er meira viðbröð sem maður séð. Fólk svona, koma, bara þurfum við meira af þessu. Mér finnst það svona það sem maður sér á samfélagsmiðlunum. Og þú veist, þegar það er nefnt, já, þessi notaði ekki kortið, hver notaði þá kortið? Aðstofamadurinn? Já, þarna að viðkomandi hefur þurft að gera það sama. Já, mitt. Svo er það ESB og fólk hati lýðræðið sem eru lýðræðiskjörni fulltrúar okkar og það er spáð bara hörku. Bara slagsmálum og Já, ofbeldi, ég var búin að gleyma þig. Ég hugsa þetta verði núna á vorþinginu, þá verður þetta bara svipað og veiðigjöldin síðastlega sumar. Ég held að vera ekki minna. Ég held að miðflokkurinn og sjálfstæðisflokkurinn saman niður að þinghúsi ætla að koma í veg fyrir það að þetta verði samþykkt með öllum tiltækuráðum. Sannfærðum það, að safnast fólk saman með þinghúsið og mótmælir. Það er heiftin svona mikil Ég hef ekki alveg tilfinningu fyrir því hversu svona, en þú veist það náttúrulega hafa verið átökandi, hefur verið svona frekar hófstilt samt en sem komið en það er til að Haraldur Ólafsson steig fram í hann er formaður þessa, hvað er þetta þurr? Heimsýn og hann er formaður maðurinn. Svo sá ég eitthvað núna skot úr silfrinu þar sem að
Sigmundur Davíð og Þorgerður Katrín voru svona saman það sem að hún hefði byrjuð að semja í Brussel að fara bak við þjóðina og mjög heitt hjá sig. Þannig að það á þingi þá hefur það verið þannig, Morgunblaðið hefur líka verið þannig að svona svolítið í að því að þetta sé einhvern veginn algjörlega glórulaust að það verði hleypt í gegn þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Að megi tala þetta. Ég byrjaði eftir langhlé að kaupa Moggann, svona rafrænt. Og mér finnst þetta alveg ótrúlega slagt að ég alveg vissum að Davíð hefur verið hemill á eitthvað sko, þegar hann var ritstjóri. Nei, ekki svona langt eitthvað, ég alveg vissum það. Því þannig bara... Gagnrýnin frá þessu hópi að MBL finnst mér vera svo ómálefnilega oft. Já. Og ég náttúrulega, eins og segi, ég hóttviti fyrir flokk þar sem eru mismunandi skoðanir inni, en að sjálfsögðu myndi ég vilja sko umræðan Evrópusambandi gæti farið fram á málefnilega hátt heldur hún hefur gert til þess að fólk gæti þá á málefnilegum grundvelli fengi að kjósa, en ekki svona, þetta svo, mér finnst það svo barnalegt og svo leiðilegt einhvern veginn hvernig þetta er gert og mér finnst það hún mætti vera opnari, bæði gagnrýnin og líka með að móti þess. Og þetta er ekki svo miklum klísum eitthvað svona missa sjálfstæðið og eins og Frakkland sé ekki sjálfstæð þjóð fullveldið og nenni ekki að hlusta á þetta og mér finnst bara mega og herrvætið þjóðurna sem við ætlum að fara að sameinast En ekki flest mál hjá okkur að lenda í það fer bara strax í skotgrafir með á móti það bókstafur og tölustafur í einhvernum barna, menn geta rifist það alveg. Já, eins og kennarar hafi svona sérstaklega barist fyrir því, en þetta hafi ekki verið innleitt hvað í tíð Illuga Gunnarssonar, það hann var menntamálaráðherra, og bara með góðum rökum en þú veist, svo fylgdi ekki fjármagn þessari innleiðingu, þú veist, núna komast eitthvað reynsla á þetta og þá að fara aftur í bókstafina og hort svona reiðilega til kennara fyrir bara samþykja ekki bara næstu hugdettu nýs menntamálaráðherra bara þá og þegar og þannig að þetta er ódýr mál og þú veist svona, sem er auðvelt að vera eitthvað svona greinilega skipta fólki í fylkingar með og móti og meðast bókstafinni miklu leiðilegri og svo framvegis en þannig ég er aðdáandi gráa svæðisins þar sem við getum talað saman og það eru kostur og gallar sem fylgja öllu. En fjölmiðlaumhverfið svolítið að brjótast upp. Það eru færri sem að líta það sem hlutverk sitt að draga fram einhverja svona stöðumála. Heldur eru fleiri, ég meina meiri hlutin af podcastunum eru þannig og þetta eru meira minna hægri podcast sem eru, því þetta þarf að fá peninga ykkur staðar og það eru einhverjur efnamenn að haldis úti allt sem að birtist á broadcasti eða nútímanum þýtt yfir á ensku líklega af Samherja sem nú eitt af fréttamánum vikunar úttekt Kristins Hrafnssonar byrlunamálið svo kallega en það að sumuleyti eru fjölmiðlarnir okkar að færast til einhvern veginn og verða líkari í samskiptamiðlunum Þannig að einhver leyti þetta afleiðing af veikum fjölmiðlum ef við getum eiginlega orðið ekki rætt neitt nema í einhverju gaggi. Það háir þetta allri umræði eins og við heldum nú að samfélagsmiðlarnir væri frábært fyrirbæri þegar þeir komu og myndu gera okkur kleift að tala saman og eiga einhverja innhaldsríkar samræður og það hefur ekki gerst En það líka það sem að gerist kannski vegna þess að allir að birta sitt efni á samfélagsmiðlum að það flest svolítið umræðan út af því það lítur allt út eins og efni fjölmiðla. Þú getur verið með ásýnd fjölmiðls og en verið bara í einhverjum árveri að vera að gera allt annað. Og þetta og svo líka bara umræðan á mörgum stöðum. Þú nefnir þú veist eins og podcastin og það þetta einn svona ángi, þú veist, ef þú ert bara mikið að hlusta og ert mikið með, sem sagt, notar það, þá ertu kannski bara mest og getur alveg sleppt í að fylgjast með fjölmiðlum þannig sé og getur verið bara Spotify og hlusta bara á ýmislegt þar og það alveg margir sem einhvern veginn færa sig bara yfir í það og svo mikið að hanga á samfélagsmiðla þá færu kannski einhver aðra mynd og það fer líka eftir í hvaða vinu þú átt og hvað þeir skoða, hvað þú sér þannig að ég er farin að vera meiri talsmann þess og kannski þurfa fjölmiðlar þróast þannig líka að við bara séum meira í raunverulegu samtali bara eins og hér, að við séum kannski það
eitthvað sem fjölmiðlar mun gera meira, það bara að hitta fólk, að boða til einhverja svona funda og bara tala saman. En þú gætir hlustað á þjóðmál, spursmál, ein pæling og haldið að það væri bara kortríð að miðflokkurinn næði meiri hluta en í borginni. Já, má ég komin á þetta. Ég nefnilega Það er bæði ósammála að ég held að ástæðan kannski fyrir því að fólk sé aðeins byrjuð að treysta samfélagsmiðlum meira heldur fjölmiðlum er að það er margt gott sem hefur komið fram í fjölmiðlu og ég ætla helst að nefna hér málefni Palestínu. Mér finnst fjölmiðlar, og ég hef sagt þetta hérna áður, hvers getur sem ég hef, samfélagsmiðlar hafa gert miklu betur í að afhjúpa það sem hefur gerst í Palestínu síðan á síðustu öld heldur en íslenski miðlar. Og þetta er ekki eina málefni og ég held bara að fólki líður svona eins og kannski að fjölmiðlar sé ekki nú duglega að framsetja mismunandi sjónarhorn og mismunandi reynsluheima. Það er það sem mér finnst að fjölmiðlar ættu meira að gera heldur en að fara alltaf í einhvern veginn svona ríkjandi sjónarhorn sem er svona samþyktara og vinna með það. En það má alveg, þau mega líka vera á grásvæði. Mér finnst að þau upplifi að það sé þeirra hlutverk en það er það ekki raunveruleik. Það getur ríkjandi sjónarmið á þess að það njóti meirihluta fylgis. Ég held að til dæmis RÚV, Moggin og Vísir hafi verið með svona sjónarhorn í Gaza sem var í algjöru andstöðu við meirihluta þjóðarinnar. Já, það er það sem ég er að segja og ég held bara að þarna koma samfélagsmiðlar og mæta fólkinu og þá verður fólk svona að trúa að þetta er kannski meira satt sem er það ekkit endilega heldur. Það er margt falsefni inn á samfélagsmiðlum líka og svo eru náttúrulega fjölmiðlar heldur ekki áróðurslausir heldur. Þannig að þetta er svona einhvern veginn, ég held bara að það sem er vantað eins og ég sagt hérna áður, bara að efla gagnrýna hugsun almennt. Svo erum við líka ofta eldast við mestu gremjuna, þú veist, eins og bara kjósendur miðflokksins, ef þú skoðar bara kommentakerfið hjá Mannlífið að DFF núna, þá bara líður þér eins og það séu basically allir að fara að kjósa miðflokkin af því þau eru mjög hávær og þau eru mjög reið og aggressív og við förum ofta að elta þetta. Ég meina, ég lýsti það áðan, þú veist, já, þau verður bara að leggja það til hliðar að þola ekki Gísla Martein. Þú veist, Gísli Martein er gríðarlega vinsæll, en fólki sem lætur hann fara í taugarnar á sér er svo rosalega hávært og við förum bara allt og oft að elta gremjuna. Tuðkallin. Já, það er eiginlega þess vegna sem við eigum daldið, þú veist, bara ég velti því til og með fyrir mér þú veist, stundum hvað við eigum að vera að benda á eins og þessir ungu miðflokksmenn í Mosó sem voru að þykjast vera að kýla libba. Þetta er náttúrulega bara svo stórfurðulegt og að oddvitina hafi verið að verja þetta sem var kennarinn minn þarna í gamla dag. Ég skil ekki að þú veist, þetta er svo asnaleg hegðun en á ég að fara að leggja eitthvað á mig að vera hneykslast á þessu, þú veist, þurfum við að vera að lyfta þeim alltaf inn í umræðuna eins og þau séu miðdepill alheimsins. Algjörlega, sammála þeim. Áðan hættin, þá langar mig að spyrja ykkur, lásið þið gríni hans Kristins Hrafnssonar? Jú. Nei, ég hef ekki lesað hana en ég er mjög mikil aðdáandi samt. Þetta búin að lesa hana? Nei, ég hef ekki lesað hana, ég er mjög mikil aðdáandi bara á Kristni. Það er bara tíma. Það tekur svona hálftíma að lesa hana. Já, ég sett þetta. Þetta er long read. Ég sett þetta inn í forrit sem mælir hvað þetta tekur langan tíma að lesa þetta upphátt. Það er rúmur klukkutími en auðvitað maður miklu fljótur að. Þetta er alveg velskrifað hjá honum og þetta er eiginlega meiðandi Hvernig meiðandi? Nei, hvernig kerfið hefur virkað á fólk og hvernig þessi Ég upplifi Kristinn Hrafnsson einstakling, þótt ég hef ekki lesið þessa grein, þá hef ég lesið margt annað eftir hann, að hann sé að sinna því hlutur sem fjölmiðlar ættu meira að vera að sinna. Hann er náttúrulega fjölmiðl, hann er ritstjóri Wikileaks. Ég veit það, en ég er að tala íslenskir fjölmiðlar, allt borðið við RÚV og allir aðrir svona stærri. Ég kíkti á Pál Viljámsson sem er einn af þessu sem hefur verið talað, ég held að hann hefur búið bæði til Byrlunarmálið og hvað heitir hitt, Kóperingin. Símastuldurinn, ég held að hann hefur búið til bæði nöfnin. Hann er ekkert að draga í land eftir þessa grein Kristins. Það er bara víst er þetta Byrlun og víst er þetta stuldur og þótt að dómstólarnir hafi dæmt að svo var ekki. Og það er svolítið skrítið að vera á tíma þar sem að það var ekki þannig þegar ég var ungur að hægrið væri að grafa undan dómstólakerfinu, lögreglunni með svona efasendum að þeir væri treystandi. Mér finnst þetta til og með svo áhugavert þarna í tilfelli ungu handrukkarana á Höfðatorgi
þá sagt að já, Hamasliðar, svo skilst mér þetta hafa verið strákar af Vesturbakkanum og Ísrael og einhverju, eða þú veist, fleiri svæðum og lögreglan kemur, bæði lögreglan á höfuðborgarsvæðinu og alþjóðadeild ríkislögreglustjóra og segja þessir menn eru ekki á lista Interpol. Þeir eru það ekki og væntanlega það búin að tala við Interpol og Interpol segir nei, þeir eru ekki að lista Interpol. Samt halda þeir áfram. Jú, samkvæmt okkar heimildum. Er Interpol þá að hafa rangt fyrir sér? Ég skil ekki hvað þetta stoppar en það er nóg að segja þetta alltaf víst núna sko. En þessi grein Kristins er bara mjög mikilvægt innlegg í þetta mál og mjög mikilvægt að hann hafa komið fram og mér finnst hefur fundist það mjög gagnrýnivert þegar talað þetta sem byrlunarmál vegna þess að það var engin byrlun og það er búið að koma margoft fram en af hverju þá að nota þetta nafn þetta er svo kallar eitthvað morðmál þó að ekkert morð hafi verið framið að það hefur líka áhrif þegar að vera tala símastöð tala byrlun en eitthvað sem skoðanir fólks sko. Já, þú veist, þetta er ekki byrlunamála því að engum var byrlað. Já, maður sá strax þegar ákveða að festa þetta mál, þessi orð. Já, því þetta hefur líka svo mikil áhrif inn í umræðuna, búa til eitthvað nafn á þetta og þá einhvern veginn fer þetta að vera þú veist, þetta byrlunamálið og er nefnt það, en sem er auðvitað bara ekki við neinn rökast þess. Svo er þetta fín blaðamennska fyrir þá sem hafa áhuga á því að hann dregur þarna fram öll efnisatriði málsins og svo kannski í síðustu setningunni í málskrifinu þá leyfir hann sér sjálfur að hafa svona túlkun. Þetta er alltaf svona, ef fólk er áhuga á því að ná svona þessu einstíi sem að blaðamennskan er ekkert einstíi, svolítið breiðgata, að þú hefur mun meira svigrúm í texta heldur en að flesti gera sér grein fyrir. Þannig að mér finnst Kristín ef einhverju vill finna svona tón í blaðamennsku þá er þetta mjög góð lesning. En svo fannst mér þetta líka með ég hafði ekki verið að fylgjast djúpt með þessu máli með að því það er líka bara búið að vera að halda því fram að blaðamennir hafi verið að dreifa klámi og svo útskýrir hann það að það er búið að setja einhver myndband á einhvern geisladisk hjá lögreglunni og Akureyri og einhverjum möppur með einhverjum útprentum skjáskotum og með þessi setning pínu skemmtileg kaldhæðnislegt er til þess að vita að eina staðfesta dreifing kláms í umræddu máli var svo sem lögreglan á Akureyri stóð fyrir. Já, hún dreifir þessu til blaðamanna. Herðu, við skulum enda í borgarstjórn. Jóhanna, hvernig faraði kosningarnar Karen? Hverju verður sigurvegari kosningarnar í Reykjavík? Sjálfstæðisflokkurinn verður sigurvegari núna og ég hugsa að það sé alveg rétt að Viðreisn komi sér þægilega fyrir. Viðreisn er nú dálítið stofnuð til þess að vera í meiri hluta eða vera í stjórn svona dálítið eins og Framsóknarflokkurinn var. Taka yfir sess Framsóknarflokksins. En mér finnst ég geti trúað í jafnvel að vinstri að þetta meira innið og þú veist, þú mætir kjörstað og þú veist, ég held að geti kvartnast aðeins meira af samfylkingunni heldur en við sjáum. Ég held að miðflokkurinn fái svipaðan að mælast. Þetta er bara klassist gremjufylgis. Þú veist, við sjáum þetta alltaf. Það er fólk sem færist alltaf á milli reiðustu frambúðana hverju sinni. Og ég veit ekki hvort að Ari sé nú reiður einu sinni fyrir þetta fólk sko. Reiðustu frambúðina. Já, akkurat þegar sem er svona mest á móti og finnst allt hvað mest í bara rugli. Þið þekkið þetta alveg, þetta kemur alltaf reglulega fram. Ég hef vunnið með honum og ég hef síðan það reiðan, hann er ekkert skemmtileg þá. Já, ég hef bara séð Ara í gegnum tíðina að leta nú skemmtilegan sko, þannig ég er svona Þannig að Sjálfstæðisflokkurinn mun lenda á kosninganótt í mjög ágætri stöðu. Já. Geta hafið umræður myndun hægri meirihluta þar sem að Viðreisn er líkill hvort að Viðreisn vilji taka miðflokkinn inn. Það er ólíklegt að Framsóknarflokkurinn, Viðreisn og Sjálfstæðisflokkurinn nái meirihluta. Það verður nefnilega erfitt fyrir þau og ég meina Hildur hefur aðeins viðrað það að mögulega sé bara samfélkingin sem sé hægt að vinna með. Já. Og við vitum alveg að þau geta vel unnið saman. Og þannig að þú veist, við vitum alveg líka að þetta er ákveðið leikrit í gangi. Hins er svo erfilegur og það er ekkert jafn mikið. Samfélking og Sjálfstæðisflokki?
Já, ég held að sé vilji samfélkingarinn á landsvísu að það verði svona meiri hluti í Reykjavík. Að þau sjálfsagt þessu hluti af þroska samfélkingarinnar að vinna bæði til vinstri og þvert yfir. Ég held það. Og við sjáum það líka að Viðreisn er að leggja rosalega áherslu á það að sína að þau vil ekki bara vinna til vinstri. Það er alveg. Já, ég er sammála þessum. Ég ætla ekki að segja neitt mikið meira heldur en bara ég held samt að Pétur og Sanna eigi aðeins meira inni. Það er bara mín skoðun. Okay. En hvernig fer ég á ykkur? Þú náttúrulega flýgur inn. Ég bara hef enga tilfinningu fyrir því. Hafið þið gert könnun? Það er engar könnunar að gera það hjá okkur. Þannig að einu og aftur allt með við höfum brúksaði. Þannig að þetta er smá óþægilegt, ég verði að viðkynna það. Ég myndi vilja sjá eina könnun. Ég myndi fara á Ólís, fara með kaffi á Ólís. Að maður geti átt að segja á því hver afstaða íbúana í Borgarbyggð. Ég ætla ekki að taka neina ástu, ég veit ekki, sjáum bara til á lögutin. Það er ofta gott í svona bæjum að fara á húsasmiðina, það er ofta kallarnir að fá sér kaffi. Bara gangið þið vel. Takk fyrir. Eyrún, hvernig fara borgarstjórnarkosningarnar? Mér er svo illa við að vera með eitthvað spádóma, en ég gæti alveg séð að Hildur og Pétur getu unni saman. Mér finnst ekki að tala þannig að það sé eitthvað alveg Einimels stjórn sem er búið bæðið einimels eitt og svo millir þau getur að hoppa á milli. Þetta virkar bara indælasta fólk og það er smá samviskubit að hafa sagt að það getur kvarnast meira af samfylkingunni en ég er bara að segja að hin vinstri framboðin eru mjög öflug og það er kannski líka að fólk ekkert sem ekki slæmt það loksins. Já, ég er ekkert bara þú veist samfylkingin er búin að vera þarna lengi sko. Svo þessar vinsælda kannanir, ég held að þær hafi líka áhrif. Það er alltaf verið að tala Sönnu sem vinsælasta borgarfulltrúan, hún mælist það sem þú veist, hún bara mælist þannig en þetta hefur það líka áhrif af því að það vilja allir vera í liði með einhverjum sigurvegara sko. Þannig að það hefur alveg sitt að segja. Líka þegar málefnin er ekki mjög áberandi þá mun skipta máli svona í hvaða strætó fólk vil fara í og þá skiptir máli hvort oddviti sé svona likeable eða hvernig sem að orða. Já, bara hverjum treystir fyrir því, hverjum treystir til þess að búa til eitthvað sem að þér finnst vera betri borg. Það er auðvitað að endanum þá þarf maður að treysta þeim sem er í oddvitasætinu. Við setjum komið hérna Karen, Jóhanna og Eyrún. Kæra þakkir. Og við ætlum Vissir ekki þetta verið búið? Við ætlum að skjóta inn hérna smá auglýsingum og svo ætlum við bræðurnir að ljúka þættinum. Hótel Bjarkarlundur opnar 1. apríl. Morgunverðar hlaðborð frá 7, veitingarstaður opinn til 21, gisting, rafmagnshjólaleiga, kajakleiga og tjaldsvæði. Hótelbjarkarlundur.is. Húnavellir gistihús. Gisting og tjaldstæði opnaði 1. mars. Gisting og tjaldstæði á góðu verði. Morgumatur og kvöldmatur, sundlaug, heitur pottur og íþróttasalur. Tjaldstæðagestir hafa aðgang að öllu sem tilheyrir gistihúsi. Húnavellir.is. Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitek.is og hafðu samband. Kennarar eru þrefalt líklegri en ófaglærðir til að halda áfram í kennslu. Börnin okkar eiga skilið fagmennsku og stöðuleika. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Við breyttum á hann. Herðu,
Þetta var þannig að gestur okkar eru farnir, Sigurjón. Já, mér finnst þetta líflegt. Það voru líflegar hotvitaumræðunar. Já, það mér. Þau töluðu að það hefur verið gaman að tala pólitík. Þau eru kannski verið leið á því að vera að tala svona fylgiskannanir. Já, stundum er þetta svona PR-menn hafa haft mikil áhrif á stjórnmálumræðuna. Já. Veist, hvernig kom þessi út og við reyðum okkur það líka stundum. Já. Þannig að það er gott og svo var fínar umræður áðan. Já. Konunum 3. Já. En það er svolítið eins og fólk sé að tala sig inn á það og stundum er það þannig að það er eitthvað sem er kannski óvanalegt að það þarf að orða það og einhver byrjar að segja, já kannski verður nú bara meiri hluti Sjálfstæðisflokks og Samfylkingar á eftir. Nei, eitthvað svona, svo segir þetta aftur og aftur og aftur og smátt venst fólk við þessu og segir, jú, allir er það ekki bara. Það er einhver leiti er það að gerast. Mér finnst þú talar svona og mér finnst Eyrún talar svona, Karen, að þetta væri ekkit svona ólíklegur meirluti. Nei, sko, ef að kosningarna fara eitthvað í áttina sem að hún sýnist. Það sem að gerir ekki, við vitum það að vika fyrir kostningar og þá verður niðurstaðan ekki eins og kannum. Það segjum að Sjálfstæðisflokkur og Samfylking nái hreinum meirihluta, þessi tveiflokkar, að þá er náttúrulega ekkert að því að þau heyri hljóði hvort í öðru, sko. En það er ekki, segjum þetta að vera í Danmörku, það sem er svona blá blokk og rauð blokk, þá er eiginlega skylda á oddvitunum sikkurum megin að kanna hvort það setja mynda. Bláu blokkina? Er það Viðreisn, Viðreisn og Framsókn og Flokkur fólksins? Nei, og hérna Viðreisn, já. Hjá hverjum? Það er bláa blokkin. Já, það er Sjálfstæðisflokkur, Miðflokkur, Viðreisn og Framsókn. Já, þessi 4. Já, og ég held að séu ykkur í Sjálfstæðisflokknum að gæla við að þeir hafi jafnvel svona eitthvað val það. Að það gæti orðið þannig að ef að Framsóknarflokkur verður duglegur, ég meina oft talaði manni í svona kostingamaskinu, að þá sé möguleiki á Sjálfstæðisflokkur, Viðreisn og Framsókn. Því að það vita allir að Viðreisn og Miðflokkurinn blandast að einhver leyti illa saman. Já. Og til dæmis Viðreisn er eiginlega sá flokkur sem er fljótastur að stíga upp og andmæla svona tali Miðflokksins regnboga fánana og gegn hinsegin samfélaginu, gegn innflytjendum og eitthvað leira. Þannig að það er svona einhver núningur. Já. Og getur orðið erfitt. Svo er þetta borgarsjótt, sko, þetta er ekki landsmálin. Nei, það getur verið erfitt fyrir Sjálfstæðisflokkinn að halda saman ef það er eitthvað svona fyrirfram vilji til þess að svona vera ekki saman. Samfylkingin þarf eiginlega að ná, sko, Samfylkingin vinstrið. Þeir eiginlega vonast að Flokkur fólksins næði inn sem er bara alls ekkert víst. Ég veit ekki hvernig líta á sósíalista sem samstarfsaðila. Píratar, alls ekkert víst að þeir ná inn og svo þá Viðreisn og þá ertu komið með Viðreisn og vinstri saman og ég man að þegar var verið að mynda núverandi meirihluta að þá lýsti Viðreisn yfir og þau vildi ekki vera með vegna þess að þau vildi ekki vera í meirihluta með sósíalistum sem að þá var sko sanna. Þannig að ég held að það sé minn ólíklegra að Viðreisn vilji vera með sósíalistum eins og þeir eru núna. Já, ég enda sko oddviti Viðreisna frá þeim tíma, það er búið að setja hann af. Það er búið að setja hann af, já. Eða kausa að bjóða sig ekki fram aftur. Þannig ég held að setja hæpnara eins og kannanir er að benda til, sérstaklega ef að Samfylkingin er að gefa eftir og mér fannst það hljóma þannig að Karen var að metta þannig að það geti haldið áfram. Og eitthvað fylgi fari kannski yfir á vinstri, þá var það sé svona vinstri leki í Samfylkingunni. Þá vantar eiginlega að Samfylkingin væri þá að ná miðjufylginu, að þau væri á svona uppsöflu þar. Það sem að Framsókn fékk mest síðast. Já, þar er það þeir sem hafa miðað á það að Viðreisn ætlaði sér það og Samfylkingin ætlaði sér það. Það virðist vera að Samfylkingin sé ekki að ná þessu, þetta voru þetta ekki sko 17% fylgi sem að Framsókn var með. Samfylkingin er ekki að ná þessu. Viðreisn er kannski að ná 4-5% með þessu. Mest að þessu virðist vera að fara yfir á Sjálfstæðisflokkinn.
og einhver staði kemur svo fylgi Miðflokksins. Ég held að þessi eitt sem líka í landsmálunum sem við ættum að hafa í huga þegar verið að útskýra á hverju mælist Miðflokkur svona hátt, þá var það náttúrulega út af forystukreppinu í Sjálfstæðisflokknum, algjörum vandræðum Framsóknarflokksins. En svo það líka þegar Flokkur fólksins minnkar, þá þar inni fylgi sem líklegast til þess að fara yfir á Miðflokkin. Því að þegar það var verið að byggja fylgi Flokks fólksins og þá var Inga Sæland oft bara mjög lík í tali til þess með innflytjendur og Miðflokkurinn og fleira. Þannig ég held að þegar Flokkur fólksins veikur, þá fer hluti af því fylgi yfir á Miðflokkin. Ég hef heyrt Miðflokksfólk það mjög bjassýnt í Reykjavík. Var? Það ekki lengur, eða? Nei, ég veit ekki, en þá ég var að reyna að segja við að þessi asnalega bílferðans Ara Edvald, hún myndi ekki koma til góða. Jæja, það eru 180.000 manns búin að sjá það, þess að heldur. Þetta svo vitlaust að hann skaut sér svolítið í fótið þar. Hann var ekki gæi, hann var bara misefnaður nöldrarir. Ég sett inn á Facebook að í aðdraganda þingkosninganna þá mældist, ég kíkti bara á Gallup, þá mældist Miðflokkurinn með 18,7% fylgi. Hann fekk 12,1%. Og ég hef haldið fram að Miðflokkurinn sé svona flokkur að þeir vera að líða að ákvörðuninni, að þá eigi þeir erfiðleikum með að halda fylginu. Af því að þú kemur með kjörseðilinn inn í kjörklefan og þannig svarar kannski í skoðanakonunum vikuna fyrir kosningar. Þá verður oft svona mikil breyting og flokkar sem svona gaman að fylgja í andstöðu eru kannski ekki það sem þú ert til í að kjósa. Þannig að ég held að Miðflokkurinn eftir að brenna sér svolítið rækilega á þessu að svona fylgi í skoðanakonunum að það bara hægara sætt að koma því í atkvæði. Og við verum líka að hafa í huga að Miðflokkurinn ekki með neitt borgarfulltrúa. Það reynda með Kjartan og Mörtu, en sem að Miðflokkurinn nú ekkert að segja okkur frá, það bara hálf skammar sér fyrir. En þannig hann að reyna að ná, ég held að það hafi dreymt 4 borgarfulltrúa úr engu. Miðflokkurinn? Já. Ari sagði einhvers staðar, það nú gaman að fá strákin með í 7. sæti. Ég held að það sé algjörlega óraunhaft. Gjörsamlega. Þegar Katrín Jakobsdóttir náði kannski í Reykjavíkurkjördæmunum 15+%, þá fekk VG sem aldrei hefur náð að vera sterkt í Reykjavík, hefur alltaf verið svona hlíðar valkostur, náði 4%. Og þótt að Miðflokkurinn sé að mælast hátt í þingkosningu núna, þá bara alls ekki gefið að það skilir sér. Ég held að Flokkur fólksins hafi náði yfir 12% í Reykjavíkurkjördæmunum í síðustu kosningum. Það enginn sem trúir því að Guðmundur Ingi landi einhverju slíku í borgarstjórnarkosningum. Þannig að ég held að sé einhver svona hugsanarskekkja inn í Miðflokkinn. Hann í kraganum. Hver? Guðmundur Ingi. Guðmundur Ingi Þórhallsson? Nei, ég held að það var Guðmundur Inga Kristinsson. Nei, ég að tala það sem að flokkar landa í Reykjavíkurkjördæmunum og þingi skila sér ekki endilega sem fylgi í borgarstjórnarkosningum. Það áttu við VG, það held ég muni eiga við Flokk fólksins núna og ég held að það muni líka eiga við Miðflokkinn, þótt að þessu að við náðu eitthvað yfir 10% held ég í þingkosningunum. Þá held ég verði bara í erfiðleikum með náði, ég held ég verði nær bara 6. En það bara... Það gaman að sjá hvernig þessi vika verður. Já, ég verður gaman að sjá fyrstu kannanir sem að gætu komið á morgun eða hinn. Líka vegna þess að það var svolítið mikill munur á Gallup og Maskínu. Til dæmis mældi Maskína samfylkinguna 4% neðar heldur en Gallup. Og það snarpari skoðanakonum, tekinn og skemmdi tíma. Það var líka 3% sem að munaði að Miðflokkurinn var minni á Maskínu heldur en í Gallup. Sjálfstæðisflokkurinn var miklu hærri í Gallup, hann var, ég held að hann fari í 30%. Já, þannig að 29, já, var það, já. Þannig að þetta verður spennandi að sjá kannan sem koma núna vegna þess að það skiptir máli. Og ég ætla nú bara að segja að því að það verða sviptingi í konunum og svo aftur frá síðustu konunum yfir í
á kjördag. Og þá það, já, svona kemur meiri alvara í fólk, hvernig það svarar. Þá það raunverulega að svara, ekki bara já, mér líst vel á þennan eða eitthvað svona. Heldur hérna, hvernig ætla ég að verja atkvæða mínu. Og þá held ég að verði mikla breytingar í vikunni og svo enn meiri á kjördag. Þannig að ég, þegar að vera að tala um hverju myndi meirihluta, að ég stimpla mig út í því. Ég held að ég eftir að vera niðurstæðan eftir að vera svo ólík því sem núna. Þetta leikfang fyrir okkur á meðan. Já, ég verði svo ólík því sem núna að ég myndi aðeins yngra. Annars staðar eitthvað spenna annars staðar. Spenna kannanir benda til þess að meirihlutin haldi í Kópavogi. Að Sjálfstæðisflokkurinn taki mannin sem að Framsókn missir. Já, það staðan þannig? Já, það verið síðasta konum. Já. Svo Sjálfstæðisflokkurinn stendur óin illa í Hafnarfirði. Já, en þar dregst fylgi samfylkingarinnar sama líka samkvæmt könnunum. Þannig að þar getur orðið mikið rót. Kannanir í þinginu hafa sýnt að miðflokkurinn nýtur meira fylgis í kraganum heldur í Reykjavíkurkjördæmunum. Og þannig að miðflokkurinn getur spilað eitthvað inn í til dæmis í Hafnarfirði. Já. Það ég hef veirt að það sé svona óanægja með bæjarstjóran í Almar í Garðabæ. Eða hann njóti ekki alveg sömu stöðu og Gunnar sem var náttúrulega svona einhver kóngur áratugum saman að stilleiku við. Bara réð sínu. Ég bý í Garðabæ, ég get ekki séð að það taki fyrir maður kjósa. Sko, Sjálfstæðisflokkurinn búin að vera með meirihluta þarna frá upphafis. Ég geti trúað að miðflokkurinn næði smá þar. Já, Lárus Guðmundsson á granni minn. Ég segi ekki að hann drægi það að sér að því ég bara heyri á landsvísu að þá eru svona garðbæingar sem í Sjálfstæðisflokknum eru svona eitthvað óanæður með flokkinn sinn. Finnst Bjarni hafa eyðilagt hann og Guðrún ekki góð þannig að það getur vel verið að koma eitthvað svona skrans í einhver óanægju. En ég ekki minn sín inn í það. Það er svona frá eldri kollum sem minni til Lárus í landsliðsbúningnum og Ég held að hann drægi ekki, ég held að það sé frekar það að alveg svo ég held að ástæðan fyrir fylgisaukningu miðflokksins í skoðanakönnunum forystukreppa Sjálfstæðisflokksins, forystukreppa Framsóknarflokksins og minnkandi fylgi flokksfólksins. Miklu frekar heldur en eitthvað sem miðflokkurinn að gera. Sko. Þannig að ég held ef að miðflokkurinn nær einhverjum árangri í Garðabæ þá held ég að sé ekki að því að Lárus sogja þessi fylginu. Kannski að Lárus sé þannig að hann ekki ítaði frá sér aftur. Eins og stundum gerist með frambjóðendur miðflokksins. Já. En það bara ekki svo miklar kannanir sem hafa verið í þessum minni sveitafélugum, sko, það sé hægt að tala um það einhverju viti. Þetta yfir 20.000 manna sveitafélag. Já. Nei, eins og líka svo spennandi í Reykjanesbæ, hvort að Vilhjálmur Árnason ritari Sjálfstæðisflokksins nái að mynda meirihluta og vera bæjarstjóri. Já. Það var líka mjög sérstök könnun sem kom fram á Akureyri þar sem að samfylkingi var stæðst í flokkurinn. Hefur þú trúað því? Nei. Ég búin að sjá það út að sko Berglind Bergljóð, þarna sem leiði Sjálfstæðisflokkin, fyrirverandi þingmaður, hún var sett í fyrsta seti og sá sem hafi verið þar áður, Hjálmar Árnason, hann bakkar niður í aðnarsætið og hún kemur inn í fyrsta sæti. Og ef þeir mynda meirihluta, verður með sterkarstöðu, þá er hérna Sturldóttir, Ástríður Sturldóttir, bæjarstjóri Akureyri. Þá hún farin, hún er ráðin bæjarstjóri og síðan að hann Óðinn, sem fyrir sjónvarpsfréttamaður, hann í þessum fræga L-lista sem hefur oft náði reynu meirihluta sinni í hann var ekki að gera gott mót í könnuninni sem ég sá. Það var ekki. Og þú bjóst þessum Akureyri, finnst þér ekki skrítið þetta sem ég var að segja að samfylkingin mælist stæðst í flokkurinn á Akureyri? Ég sé svo langt sem ég flytti það. En manstu eftir einhverju að það hef ekki verið annarkot Framsókn eða Sjálfstæðisflokkur? Nei, ég held að mælist líka svolítið stór í kjördæminu. Stærri en VFG og Sjálfstæðisflokkur. Þannig að það eru mikla breytingar þannig á Akureyri. Já, ég ætla að segja þetta með L-listan og Óðinn Svan Óðinsson. Ég held að honum sé líka telt fram sem bæjarstjórnefni. Þannig að ég spái því að Ástríður Sturldóttir þurfi að fara að leita sér nýri vinnu. Þrátt fyrir að menn sé ánægð með hann, þrátt fyrir það.
engin skandalar og engin greiðslukort eða neitt, ekkert vesinn á henni. Það. Herðu, eigum við að fara að segja þetta gott? Bara því að vera... Erum við að humma hérna í borðið? Það könnunin sem hefur verið gerð á Akureyri. Já. Það Samfylkingi með 8,4. 8,4. Ellisti með 17,2. Sjálfstæðisflokkur með 16,7. Þetta allt svona 3 jafnstóri flokkar. Framsóknarflokkur með 11,5. Vinstri græn með 11,5. Miðflokkur með 10,6. Viðreisn með 8,1. Og Akureyrarlistinn með 6. Það er frambóð hana maður. Já, þannig að ég held að þetta geti orðið meiri áttur hausverkur að ráða saman meiri um þetta. Mjög spennandi þannig. Og getur orðið eiginlega hvernig sem sko. Já. En það sem er verið að auka fylgi frá kosningunum, að þá Samfylkingin að bæta við sig yfir 6% og það Vinstri græn að bæta við sig 4% og miðflokkurinn 2%. En Ellisi, hvað? Hann að tapa 1,5 en þeir sem að tapa mestu náttúrulega Framsókn. En það verður að hafa í huga þegar maður að horfa á nýjar kannanir og samanbörð við síðustu kosningar að Framsókn fekk alveg óvenju góða kosningu allstaðar í síðustu. Þannig að fólk verður svona aðeins að gefa þeim líka þegar verður að horfa á að Hildur sig að bæta við sig frá síðustu kosningum 2022, þá fekk náttúrulega Sjálfstæðisflokkurinn alveg ömurlega kosningu í Reykjavík. Það var lélegasta kosning sem Sjálfstæðisflokkurinn fengið í Reykjavík. Þannig að þótt að hún bæti við sig 3 eða 4%, þá hún bara að fara á svipaðan stað og Halldór Halldórsson og Eyþór Arnalds fór yfir 30%, ekki mikið, en skreið yfir það. Þannig að fólk kannski ætti að hafa aðeins í huga að horfa aðeins lengra aftur því að síðasta kosning var mjög sérstök. Við ætlum að slá botnin í þetta. Þakkum öllum gestunum sem hafa hingað komið, Laufey Líndal fyrir að taka upp og senda út, en ykkur þakkum við mest sem hafa verið að hlusta og horfa og minnum við á að það eru þið sem hafi byggt upp samstöðuna bæði dreifikerfi, bara með að segja vinum og vandaminu frá efni sem þið sjáið hérna, þá finnur fólk okkur í útvarpi, sjónvarpi, á Facebook eða YouTube eða í hlaðarsveitum. En það sá hluti áhorfenda og áhorfenda sem hafa gert áskrifundur sem halda lífi í okkur. Og ég verð að segja bara eins og að okkur vantar stuðning til þess að geta haldið áfram. Það hérna fjölmiðlarekstur allstar í heiminum brattabrekka endalaust. Við tala ekki hérna rekstur á fjölmiðli sem eins og Samstöðin sem ekki að byggja á því að ríkir hluthafar hendi inn hérna peningum eða að auglýsendur komi hinga. Heldur þetta fyrst og fremst byggt upp á stuðningi almennings. Og þetta svona tilraunaverkefni og ekki útséð hvernig það muni ganga upp, en ef að þú vilt hjálpa okkur við að halda áfram rekstri samstöðuna, þá hvet ég til þess að gera áskráðandi sem allra fyrst. Það er mjög einfalt. Þú ferð inn á samstöðun.is, það hnappur sem ástendur áskrift. Það getur skráðið fyrir 2.750 krónum sem grunnáskriftinn, mátt borga meira þú vilt. Og því sem að kjósi getur látið áskriftin að renna sér félagsgjöldin í Alþýðufélagið, en það einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En við þökkum fyrir í sinni, njóti þess sem eftir af helginni, svo sjáumst við aftur hérna við Rauðaborðið á morgun klukkan 8.